Þá komin að 9. lið og það starfsáætlun og stefnuræða nefnda 2018, fræðsluráð. Það Dagbjört Pálsdóttir, formaður fræðsluráðs, sem tekur til máls. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég tel það vera forréttindi og finnst ég einstaklega heppin að hafa fengið það hlutverk að vera formaður þessa fræðsluráðs. Í fræðsluráði sitja auk mín þau Dagný Þóra Baldursdóttir, varaformaður, Siguróli Magni Sigurðsson, Þórhallur Harðarson, Guðmundur Haukur Sigurðsson og Anna María Hjálmarsdóttir. Á fræðsluráðsfundum sitja einnig fjöldi áheyrnarfulltrúa frá bæði leik- og grunnskólum úr hópi kennara, skólastjórnenda og fulltrúar foreldra. Einnig sitja sviðsstjóri, forstöðumaður rekstrardeildar og leikskólafulltrúi alla fundi. Mikil eining og samhugur hjá ráðinu og oftast hægt að tala sér saman að bestu lausninni hverju sinni, sama hvar við stöndum í stjórnmálum. Mikla breytingar hafa orðið á þessu kjörtímabili, bæði innan nefndarinnar og stjórnkerfisins. Það göfugt verkefni og áskorun að fengja að taka þátt í þeim verkefnum sem á borð okkar hafa komið. Fræðslumál eru jú stór og veigamikill málaflokkur sem flest allir hafa skoðun á og mismunandi sýn og hugmyndir hvernig best sé að gera hlutina. En þegar öllu á botninn hvolft, þá viljum við öll það sama. Það sem börnunum fyrir bestu. Enda einkunnarorð fræðslusviðs: í hverju barni býr fjársjóður. Við viljum öll sjá börn okkar eflast og þroskast á sem besta mögulega máta. Nám persónubundið fyrirbæri og námið sjálft svo miklu meira en bara persónubundið nám hvers nemanda. Skólarnir eru samfélög þar sem börn í fyrirrúmi og allt starf innan þeirra byggir á því að hver einasti nemandi skipti máli og honum þurfi að mæta á hans eigin forsendum eins og kostur er. Óhætt að segja að menntun fjárfesting hvers samfélags. Við þurfum að hlúa vel að hverju einu barni því hvert barn hér á Íslandi í því litla samfélagi sem við búum í skiptir gríðarlega miklu máli í stóra samhenginu. Í framtíðinni viljum við að verknám njóti sömu virðingar og hefðbundið bóknám. Við viljum skapa börnum okkar næg tækifæri til að geta spreytt sig á öðrum sviðum en innu hefðbundnu kjarnagreinum. Fjölbreytileiki í námi nauðsynlegur og því fjölbreyttari sem námið því meiri líkur á sem flest börn finni hvar hæfileikar þeirra liggi og þeirra skólagangan og þannig verður skólagangan ánægjulegri. Í því samhengi þá hefur oft verið nefndur sá kostur að skólar geti haft sína sérstöðu og hver skóli sem mismunandi áherslur, til dæmis einn skóli með áherslu á hreyfingu, annar á listir og svo framvegis. Óhætt að segja að Akureyrarbær geti státað sig af góðum rekstri skólana í sveitarfélaginu. Það svo ótrúlega mörgu góðu fólki þar að þakka bæði inn á sviðinu og inn í skólunum hversu vel hefur gengið að viðhalda svona góðu utanumhaldi og almennri útsjónasemi í rekstri. Helstu verkefni fræðsluráðs eru stefnumótun á sviði fræðslumála, áætlanagerð, fjárhagsáætlun og langtímaáætlun, eftirlit með rekstri og þjónustu skóla, skólaþjónusta við leik- og grunnskólabörn, þjónusta og eftirlit með dagforeldrum og samstarfi háskólan. Meginverkefni síðasta árs og yfirstandandi árs að vinna að stefnumótun í kjölfar stjórnsýslubreytinga, bæta aðstöðu í húsnæði, búnaði og umgjörð svo sem tækjakost, undirbúa leikskólabyggingu við Glerárskóla, vinna við endur- og símenntun svo sem innleiðing LÍN, samstarf tónlistarskólans og leik- og grunnskóla verkefni söngvaflóð í skólum, þróa nýja námsbraut við tónlistarskólan í samstarfi við framhaldsskóla á svæðinu, vinna að langtímaáætlun fyrir árin 2018 til 2027, vinna að dvöl 5 ára barna í leikskóla ljúki við sumarlokun og foreldrar sem það kjósa geta fengið áframhaldandi þjónustu innan grunnskólans fram að hefðbundinni skólabyrjun eða skólaleikur. Styðja við hugmyndafræði, lærdómssamfélags þar sem stjórnendur læra hver af öðrum og miðla reynslu, ekki síst í þeirri viðleitni að vinna að framförum og farsæld nemanda. 5 ára leikskóladeild við Glerárskóla til að flýta fyrir innritun yngstu barnanna í leikskólana. Þátttaka í innleiðingu barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna í tengslum við verkefni Barnvænt sveitarfélag. Undirbúningur að vinna við gjaldfrjáls námsgögn í grunnskólum, vinna að nýrri og endurskoðaðri skólastefnu, fylgja eftir almennu viðhaldi, skólahúsnæðis og skólalóða, bæta aðstöðu frístundar og endurskoða starfsemin út frá nýjum viðmiðum mennta- og menningarmálaráðuneytis, skima fyrir kvíða og þunglindi hjá unglingum í samstarfi við HSN, vinna að endur- og símenntun,
auka tæknivæðingu í skólum og vinna að framhaldi skólaleiks og skoða yfirfærslu verkefnisins til grunnskólana. Ég ætla að fara yfir nokkra þætti, hvert fyrir sig, ekki alla þó, stjórnsýslubreytingarnar. Á síðasta ári voru gerðar breytingar á stjórnsýslu fræðslusviðs. Skólaþjónustan sem heyrði til fjölskyldusviðs áður flutti á skrifstofu fræðslusviðs og heyrir nú undir sviðsstjóra fræðslusviðs. Auk þess var stofnuð til 2 staða forstöðumanna á skrifstofunni. Megintilgangur breytinganna var að samþætta þjónustu við skólana eins og frekastur kostur. Bæði hvað varðar ráðgjöf og sérfræðiþjónustu sem á alla aðra þjónustu sem veitti til leik-, grunn- og tónlistarskóla. Ofantaldar breytingar eru ekki að fullu komnar til framkvæmda en unnið er að því að tryggja að þær skili því sem þeim var ætlað. Jafnframt er ákveðið að innleitt skyldi straumlínustjórnun eða lean management á skrifstofunni. Fyrsta áfanga þeirra innleiðingar verður lokið nú á vordögum. Skólastefnan. Á síðasta ári byrjaði vinnan við nýja skólastefnu og er svo vinna enn í gangi. Gerð var stefnubreyting við vinnu skólastefnunar og í samstarfi við MSHA mun verða sett upp verkáætlun og þau biðin að vinna afmarkað þætti stefnunar. Búið er að ræða við starfsfólk, stjórnendur, foreldra og nemendur flestra skóla hvað megi betur fara og hvað þurfa að þróa. Byrja verður á að greina stöðu skólastarfs í okkur, meta núgildandi skólastefnu, ákveða helstu þætti stefnunar svo sem lærdómssamfélagið, forystu skólastjóra, frístund, fagmenntun kennara, skólaþjónustuna, heilsueflandi skólar, upplýsingatækni, foreldrasamstarf, heimanám, námsmat og fleira. Stefnan verður þá áfram unnin með áherslu á barnið og þarfir þess. Skólaþróun og lærdómssamfélag. Skólaþróun er mikilvægur þáttur í öllu skólastarfi. Starfsmenn skólana eru duglegir við að sækja þá styrki sem í boði eru til þróunar á fjölbreyttum sviðum skólastarfsins. Á síðasta ári fengu margir skólar Akureyrarbæjar styrki til að vinna fjölbreyttum þróunarverkefnum í gegnum Sprotasjóð, Skema, Nordplus, Erasmus Plus og fleiri. Stjórnendur, kennarar og aðrir starfsmenn skólana eiga þakkir skildar fyrir drifkraft og frumkvæði í þágu skólana til að sækja aukið fjármagn til skólastarfsins. Allir skólastjórnendur hafa tekið þátt í lærdómssamfélagsvinnu þar sem markmiðið er að aðrir stjórnendur læri hver af öðrum, miðli reynslu og deili þekkingu. Lærdómssamfélagið er samstarfsvettvangur leik- og grunnskólastjórnenda og Háskólans á Akureyri og hefur það starfað síðustu misseri. Meginvinna lærdómssamfélagsins árið 2016 og 2017 skilaði nýrri læsistefnu, Læsi er lykillinn, sem kynnt var síðasta haust og er nú opin öllum á vefnum lykillinn.agment.is. Í fyrravetur var gerð tilraun sem fólst í að veita stjórnendum í leik- og grunnskólu markþjálfun í litlum hópum, en með markþjálfun er verið að styðja einstaklinginn til að nýta betur eigin styrkleika og gera sér betur grein fyrir þeim væntingum sem hann hefur til sín og annarra. Markþjálfun er uppbyggjandi aðferð sem mikill áhugi er á að nýta betur í skólastarfinu. Nútímavæðing. Í síðustu fjárhagsáætlun var sett inn fjármagn til nútímavæðingar í leik- og grunnskólum og er ætlað að setja fjármagn til þessi 3 ár. Það var þó settir inn aukni fjármunir frá og með árinu 2014. Það er því verið að bæta enn frekar í þennan þátt með þessari viðbót. Þar sem skólastefnan er ekki tilbúin, þá var óskað eftir að gerð yrði þarfagreining í leik- og grunnskólum. Eftir að hún var gerð var tekin ákvörðun að það yrði farið í að skipta fjármunum þessa árs til nútímavæðingar til leik- og grunnskólana. Féð væri ætlað til endurnýjunar eða kaupa tölvubúnaði, endurnýjunar eða kaupa á kennslubúnaði sem tengist upplýsingatækni, starfsþróun og símenntun kennara og skólastjórnenda, kaup á hugbúnaði, þýðingar á hugbúnaði, endurbótum á starfsumhverfi skólastjóra eða hverju öðru sem falli getur undir endurbætur og framþróun á upplýsingatækni skólana. Taka verður svo afstöðu til þess við vinnu skólastefnunar hvernig fjármagnið árið 2019 og 2020 verður nýtt. Gjaldfrjáls námsgögn. Síðasta vor og sumar var farið að leita leiða til að taka upp gjaldfrjáls námsgögn fyrir grunnskólanemendur á Akureyri. Allt gekk upp og var samþykkt að Akureyrarbær myndi veita skólabörnum í grunnskólum bæjarins gjaldfrjáls námsgögn frá og með haustinu og var farið í örútboð á námsgögnum. Í því fólst að nemendum verði útveguð skólagögn, þar er stílabækur, reikningsbækur, blýanta og tilheyrandi. Foreldrar myndu áfram þurfa að útvega skólatösku, íþróttaföt og sundföt. Þrátt fyrir þetta voru foreldrar þá hvattir til að nýta ónýtta bækur og ritföng sem væri til inn á heimilum.
Ákveðið var að námsgögnin yrðu geymd í skólanum. Ánægja hefur verið með hvernig til tókst og ákveðið að halda þessu verkefni áfram og búið er að vinna nauðsynlega undirbúningsvinnu svo hægt sé að fara í örútboðið í vikunni. Með gjaldfrjálsum námsgögnum erum við að jafna aðbúna nemenda til náms sem er mikilvæg þáttur í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, en Akureyrarbær tók það ákvörðun að verða fyrsta sveitarfélag á Íslandi til að innleiða barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og verða þannig enn barnvænna en sú er raunin. En nú er raunin fyrirgefið. Frístund. Frístundastarf er í boði við alla grunnskóla bæjarins nema Eyjaskólana. Helmingur barna í 1. til 4. bekk er skráður í frístund, þá aðalega nemendur 1. og 2. bekkjar. Að hluta til er frístundastarf samþætt við annað íþrótta- og tómstundastarf, en í ljósi útgefinna viðmiða starf frístundaheimila fyrir 6 til 9 ára börn sem gefin voru út af mennta- og menningarmálaráðuneytinu í febrúar 2018, þá liggur fyrir að taka verður alla þá starfsemi til endurskoðunar. Vilji okkar er að starfi verið metnaðarfullt, fagmenntun starfsfólk aukist, húsnæði og aðstæður verði til fyrirmyndar og tryggð verið samþætting frístundastarfs við þau tómstundurúrræði sem er í næsta nágrenni hvers skóla. Það hlýtur að vera kappsmál allra að sem flest börn vilji og geti nýtt sér frístundastarf, en til að svo megi verða þarf að endurskoða starfsemina eins og fyrir segir. Aukin kennslustundaúthlutun og sérkennsluþörf í leik- og grunnskólum. Erfiðlega hefur gengið á áætla sérkennsluþörf við gerð fjárhagsáætlunar, sérstaklega fyrir seinni hluta ársins. Helsta skýringin liggur í aðflutningi barna með mikla sérkennsluþörf sem ekki verður séð fyrir. Þá er fræðsluráð að óska eftir verulegri fjölgun tíma til að þjóna betur ört fjölgandi hóp nemenda sem eru með íslensku sem mannamál. Á Akureyri eru nú 8% nemenda af erlendu bergi brotnir. Til að mynda voru í október á síðasta ári tvítyngd börn í leikskólum alls 87 frá 30 þjóðlöndum. Staðan í leikskólum. Í leikskólum voru haustið 2017 alls 1020 börn og eins og staðan er í dag eru innrituð 980 börn í leikskólana. Í mars á þessu ári var öllum börnum sem fædd eru 2013 til 2016 sem var á biðlistanum boðið leikskólapláss. Og núna í apríl hafa börn sem fæddir í janúar, febrúar og mars 2017 fengið boð leikskólapláss. Nú er búið að fylla allar yngstu deildirnar í leikskólanum, en ef til kemur verður hægt að bjóða nokkrum eldri börnum leikskóladvöl. Mikil umræða hefur verið að undanförnum að fækka börnum á leikskólanum, til dæmis með vísun í OECD skýrslu 2017 og skýrslu álag í leikskólum 2014 og hljóðvistaskýrslu frá árinu 2017. Það er meðal annars talað að forföll hafi aukist í leikskólum á Akureyri, áreiti vegna mikils hávaðar skapar álag, og mörg sé á hvert starfsmann og svo framvegis. Nauðsynlegt er að við byrjum að fara að vinna markvisst að því að bæta starfsumhverfi á leikskólunum. Eins og staðan er í dag ætti að vera hægt að rýmka fyrir 20-30 börn inn á leikskólunum. En þess má þó geta að farið hefur verið í að bæta markvisst hljóðvistina inn í öllum leikskólunum, til dæmis með hljóðvistadúkum og fræðslu til allra starfsmanna raddheilsu. Einnig var á nokkrum leikskólum settur upp hljóðvistaplattar. Aflýsingaprósenta leikskólana var aukin úr 7% upp í 8% og í ráðningarleyfi vegna forfalla aukið ásamt mörgum öðrum leiðum sem voru til úrbóta. Hér mætti einnig nefna hvernig þróun á vistunartíma barna inn á leikskólum hefur aukist á undanförnum árum. Árið 1999 þá voru 543 börn eða 67% þeirra sem voru í 4 til 6,5 tíma dvöl á leikskólum og 276 börn eða 33% í 7 til 8,5 tíma dvöl. En aftur á móti nú, árið 2018 voru 76 börn í 4 til 6,5 tíma dvöl eða 7% og börnin orðin 950 eða 93% sem voru 7 til 8,5 tíma dvöl. Með þessu er meðaldvalartími barna orðin í dag 7,99 klukkustundir á dag. Það er augljóst að vinnudagur barna er því orðinn ansi langur og samverutími fjölskyldunar minni sem er umhugsunarefni fyrir okkur. Dagvistun. Í dag eru starfandi 33 dagforeldrar og eru fjöldi barna hjá þeim 149 börn. Eins og staðan er í dag gerum við ráð fyrir að alls verði starfandi hér 26 til 29 dagforeldrar í haust og hjá þeim geta dvalið 115 til 130 börn.
Fjöldi barna sem fæddur í 2017 með lögheimili á Akureyri eru 211 talsins. Af þeim 211 börnum munu ríflega 54 börn fá boð leikskólapláss. Í langtímaáætlun Fræðsluráðs er fjallað áhugann fyrir þeirri ákvörðun að jafna greiðslu til foreldra sem ekki fá leikskólapláss en nýta sér þjónustu dagforeldra mismun á leikskólagjaldi og gjaldi dagforeldra. 5 ára deildir. Á síðasta ári var farið í þá vinnu að setja á laggirnar 5 ára leikskóladeild innan Glerárskóla. Tröllaborgir tók að sér utanumhaldið og er þessi 5 ára deild innan hans. Þessi 5 ára deild fékk nafnið Lautin og var farið í að gera útisvæði fyrir deildina við Árholt. Starfsemi Lautarinnar hefur gengið alla staði mjög vel og er mikil ánægja meðal barna, foreldra barnanna og starfsmanna. Nú eru 20 börn í Lautinni og nú er búið að innrita 16 börn þar fyrir næsta vetur. Mikilvægt er að halda áfram að halda möguleikunum opnum að skoða frekari möguleika á opnum 5 ára leikskóladeilda í fleiri grunnskólum. Leikskólabygging við Glerárskóla. Ákveðið var að byggja upp leikskóla á lóð Glerárskóla og gert ráð fyrir að þar muni vera 6 deilda leikskóli sem verða tekin í notkun haustið 2020. Á Glerárskólareiknum er gert ráð fyrir heildrænni þjónustu leik- og grunnskóla sem myndi starfa í nánu samstarfi og samnýta húsakost þar sem við á, svo sem stjórnunarálmu, skólamötuneyti, kaffistofu starfsmanna, íþróttaaðstöðu, sundlaug og hátíðasal sem þjónustar einnig íbúa í Glerárhverfi. Markmiðið er að barnið sé haft í forgrunni með alla hönnun og skipla þar sem rými, umgjörð, búnaður, aðstaða og útlit þarf að taka mið af þörfum barna og möguleikum fyrir skólastarfi til að þróast í þágu barna og unglinga. Sérstaklega verður þó að horfa til þess húsnæðis sem fyrir er á skólalóðinni með möguleika á samnýtingu beggja skólastiga. Samhliða er gert ráð fyrir að starfsemi Pálmholts færist yfir í þessa nýju byggingu. Ljóst er þó að nýta verður neðra húsið, Flúðir, áfram þar til byggingaáformunum við Lundarskóla er lokið. Verkefnahópur fundar reglulega og hefur þarfagreining verið unnin og næst á dagskrá er hönnunarvinnan eða bjóða út hönnunina. Skólaleikur. Síðasta sumar var farið af stað með svokallaðan skólaleik, þar sem elstu börnunum frá leikskólunum var boðið að taka þátt, sem þýddi að þau myndu fara inn í sinn grunnskóla eftir sumarlokun þangað til að grunnskólinn myndi hefjast. Spennandi samstarfsverkefni á milli skólastiga og jákvætt skref í aðlögum yngstu barna inn í 1. bekk. Skólaleikurinn er starfræktur í 10 virka daga fyrir skólasetningu grunnskólans í ágúst og er samstarfsverkefni leik- og grunnskólana og er fyrir þau börn sem eiga að fara í grunnskólan að hausti. Niðurstöður úr könnun sem send var til foreldra barna sem tóku þátt í skólaleiknum síðastliðið haust voru mjög góðar. Yfir 90% foreldra voru ánægðir með líðan barnsins síns í skólaleiknum. Allir leik- og grunnskólastjórar skiluðu inn greinargerð hvernig þeim fannst hafa tekist til með skólaleikinn og niðurstaðan var sú að þegar á heildinni litið gekk skólaleikurinn vel. Leikskólarnir höfðu umsjón með skólaleiknum síðastliðið haust, en nú taka grunnskólarnir við umsjónni. Haustið 2017 voru 74% barna af árgangi 2011 skráðu skólaleik, en nú hafa 85% barna af árgangi 2012 verið skráðu skólaleik. Langtímaáætlun og framtíðarsýnin. Nú í vetur hefur Fræðsluráð unnið að 10 ára áætlun. Nauðsynlegt er að skapa sýn og horfa til framtíðar þegar kemur að þessu málaflokki. Allt skólastarf er í þágu barna og mikilvægt er að hlusta sig á raddir barna og þau séu höfð með í ráðum þegar mikilvægar ákvarðanir eru teknar. Nemendur þurfa að fá þjálfun í ábyrgð og skyldum, frumkvæði, samvinnu og nýsköpun í gegnum fjölbreytt nám sitt. Samtal við nemendur getur aukið skilning þeirra á eðli og tilgangi skólastarfs og virðingu þeirra fyrir því að fá að sækja skóla. Það þarf að miða að því að allar skólabyggingar og skólalóðir séu í góðu ástandi og að tryggt fjármagn sé til eðlilegs viðhalds út frá greiningaþörf. Framtíðarsýn húsnæðismál í leik- og grunnskólum ætti að miða því að þjónustan sé sem næst hver annarri í hverju hverfi. Þannig að barnafjölskyldur geti farið á sömu skólalóð með leik- og grunnskólabörn þar sem því verður við komið. Að vera með bæði skólastig og sama reit skapar hagræðingu í nýtingu fermetra, meðal annars í skólamötuneytum og fleiri svæðum innan og utan hús. Nú er verið að fara að byggja leikskólaeiningu við Glerárskóla sem á að vera tilbúin haustið 2020, eins og ég kom hér fram áður.
Vegna mikillar uppbyggingar í Nausta- og Hagahverfi nauðsynlegt að hefja strax undirbúning að nýjum leikskóla í Hagahverfi eða viðbyggingu við Naustatjörn sem tengir saman Naustatjörn og Naustaskóla og rýmið í Naustaskóla sem nú nýtt fyrir leikskólan fáist í fulla nýtingu fyrir grunnskólan. Samhliða því þyrfti að stofna vinnuhóp framtíðarsýn á skólabyggingum við Lundarskóla með það einnig fyrir hendi að byggja nýjan leikskóla sem tengdur yrði við skólan með svipuðu fyrirkomulagi og að vinna á Glerskólareit og áætluð verklok yrði þá 2022 til 2024. Áfram þá svo að halda með uppbyggingu í þorpinu og byggja nýjan leikskóla við Síðuskóla sem tæki starfa 2026 til 2028. Einnig þarf að skoða möguleikann á því að ungbarnadeildir verði í þeim leikskólum sem geta boðið upp á það og gert sér ráð fyrir þeim í nýjum leikskólabyggingum. Og síðast en ekki síst tónlistarskólinn. Tónlistarskólinn á Akureyri stendur í kröftugri þróunarvinnu og frumkvöðlastarfi þessa mundir. Á síðasta ári hrinti skólinn af stað samstarfsverkefni leik- og grunnskóla sem ber nafnið Söngvaflóð sem 2.000 til 3.000 börn nutu á árinu. Bæði innan sinna skóla sem og í stóra salnum í Hofi. Verkefni hefur mælst afar vel fyrir innan skólana og ætlunin að þróa það enn frekar á næsta ári með það að markmiði að auka fjölbreytileika, gleði og listsköpun í skólakerfinu og ýta undir það sem flestir fái notið þess mannauðs og þeirrar miklu sérþekkingar sem býr í starfsfólki og nemendum tónlistarskólans. Skólinn formgerði einnig samstarf við þjóðlagahátíðina Vöku sem miðlar að því að kynna þjóðlagatónlist fyrir börnum og ungmennum á svæðinu. Í kjölfar styttingar framhaldsskólans í 3 ár hófu stjórnendur og kennara tónlistarskólans handa við að skrifa 3 nýjar námsbrautir fyrir framhaldsskólanemendur í samstarfi við menntaskólana á svæðinu. Þetta gert fyrst og fremst til að geta nemendum sem hyggjast leggja tónlist fyrir sig sem aðalstarfi val á því að stunda hágæða tónlistarnám utan höfuðborgarsvæðisins, en ekki síður til að sporna við fyrirsjáanlegri fjórðungsfækkun framhaldsskólanemenda í sveitarfélaginu í haust. Skólinn lauk þeirri vinnu nú á vormánuðum þegar ný tónlistarsérhæfing menntaskólans á Akureyri fékk samþykkt ráðuneytis og hefst starfsemin formlega næstkomandi haust. Tónlistarsérhæfingin býður upp á 3 námsleiðir, klassíska tónlist, rytmíska tónlist og skapandi tónlist og hafa nemendum möguleika á að móta tónlistarnámið að sínu áhugasviði. Með námsleiðinni skapandi tónlist sérstaklega höfðað til nemenda sem hafa skýr framtíðarmarkmið, hafa verið virkir í listsköpun sinni eða þáttakendur í atvinnulífinu en ekki fundið þjónustu við hæfi innan þröngs ramma aðalnámskrár tónlistarskólana. Verkefnið ekki síst mikilvægt eftir stofnun menntaskóla í tónlist í Reykjavík sem hefur ákveðið aðdráttarafli fyrir nemendur í krafti stuðnings mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Sérstæða hinna nýju námsbrautar, aukin námsframboð á mið- og framhaldsskólastigi, aðstaðan í Hofi sem og samstarfi við heimavist menntaskólans á Akureyri verður þó að teljast skapa aðlaðandi valkost fyrir nemendur af landinu öllu sem ekki geta gengið á húsnæði vísu á höfuðborgarsvæðinu. Það stefna tónlistarskólans og menntaskólana að auka verulega fjölda framhaldsskólanemenda á svæðinu næstu árin, ekki einungis til að tryggja áframhaldandi uppbyggingu fjölbreytts menningarlífs á Akureyri, heldur ekki síður til að leggja lóð á vogarskálarnar þegar kemur að fjölgun íbúa í sveitarfélaginu. Tónlistarskólinn hefur látið gera fyrir sig 3 sjónvarpsauglýsingar sem miðaðar eru að nemendum á aldrinum 12 til 15 ára og verða birtar á YouTube og samfélagsmiðlum. Auk þess birti skólinn nýja vefsíðu á tonag.is nú á vorun sem inniheldur allar upplýsingar áfangalýsingar, námsáætlanir og skipulag auk markaðsvæns myndefnis sem tengist starfseminni. Nú hef ég lokið yfirferð minni fræðslumálin og reifa það helsta sem efstur á bogi í þeim málum og hlakka til að hlusta á góðar umræður hér á eftir. Takk fyrir. Fulltrúi Dagbjört, formaður fræðsluráðs, hefur lokið máli sínu og nú orðið laust og næstur tekur máls fulltrúi Preben Jón. Og ég vil taka það fram að það leyfilegt að fara oftar en 2 svar upp í umræðu undir þessum máli. Forseti, bæjarfulltrúar.
Ég þakka Dagbjörtu formanni fyrir bæjarfulltrúa fyrir ágætis yfirferð. Vá, hvað vatnið er kalt. En það skiptir minnstu máli. 14 ára dreng er haldið allsnögtum undir kaldri sturtunni og búið að hleypa stelpunum inn í búningsklefan og það skríktu og flissuðu til skiptis. Ég satt þarna grátandi undir kaldri sturtunni og beið eftir þessu líki. Var löngu hættur að finna fyrir kuldanum. Þegar þessu lauk fann ég ekki fötin mín. Það var búið að fela þau. Þannig að ég labbaði nakin heim. Sem betur fer var það aðeins neðar í götunni. Það á ekkert barn að upplifa svona laga nokkuð tíman. Hvorki innan veggja né utan í skólanum. Ég sagði foreldrum mínum aldrei frá þessu. Ekki nema að ég vildi ekki fara í skólan, sem var auðvitað ekki í boði. Skömmin var yfirþyrmandi. Hvað er ég að gera rangt? Hvernig get ég lagað þetta? Af hverju get ég ekki látið mig hverfa? Þið getur rétt ímyndað ykkur hvernig ungum litlum dreng leið í skólanum eftir þetta. Að mínu mati á skólakerfi fyrst og fremst að vera gríðastaður, þar sem börn fá að þjálfa hæfileika sína, eru vernduð fyrir utanaðkomandi áreiti, trúarbrögðum og fleira. Þau eiga að vera frjáls, örugg, full tilhlökkunar á að mæta í skólan aftur. Það eru margvísar áskoranir sem skólakerfið þarf að takast á við. Hinn fullkomni skóli eflaust ekki til. Nemandinn á alltaf að vera númer 1 í öllum þeim verkum sem við tökum okkur fyrir hendur. Og mælingar sýna að líðan barna er betri nú en áður. Ef taka á mark á PISA-könnunum sem eru frábært tíðindi. Núna á föstudaginn er morgunverðarfundur á Grand Hotel Reykjavík viðkvæmt álitamál í skólum á vegum sambandsins. Þar segir meðal annars, með leyfi forseta: Ýmsir erfiðleikar og áskoranir koma iðulega upp þegar rætt er í skólanum viðkvæm álitamál eins og sjálfsvíg, einelti eða hræðileg og óskiljanleg hryðjuverk. Slík umræða vekur jafnframt upp þá spurningar hvort kennarar og annað starfsfólk eigi að leiða umræðuna og þá hvernig. Tilvitnun lýkur. Mér finnst frábært að við skulum vera að ræða þetta mál, þó svo að best væri að þess þyrfti ekki. Fyrir mér er útgangspunkturinn alltaf að vera hvernig líður barninu í skólunum. Við erum með frábæra kennara í skólaumhverfinu. Þeir eru ekki sérfræðingar í geðheilbrigðismálum. Frá því ég fór að fylgjast með í skólakerfinu á mínu fullorðinsárum, þá hefur verið kallað gríðarlega eftir aðstoð. Það vantar sérmenntað fólk til að aðstoða börnin sem líður illa af einhverju sökum. Það getur verið af ýmsu toga og okkur getur fundist það mismikilvægar ástæður fyrir því. En það vantar klárlega aðstoð ef við ætlum að halda áfram á sömu braut. Ég heyri oft talað agaleysi í skólum, að börnin kalli eftir aga. Ég þekki það ekki og ætla ekki að leggja mat á það. En það er til aðstæður sem börnum líður illa í. Og af hverju erum við að setja upp þannig aðstæður? Til dæmis skyldusund á unglingastigi. Ef börn hafa náð ákveðinni færni á viðkvæmasta þroskaskeiði einstaklingsins, þá ætti það að vera val, fullkomlega á valdi einstaklingsins,
hvort það velji eitthvað annað en þetta. Það á ekkert barn að standa nakið fyrir framan annan einstakling ef því finnst það óbærilega óþægilegt eða jafnvel hrætt. Bara aldrei. Mér langar líka aðeins að koma inn á skólamötunetin. Ég veit ekki hversu oft við heyrum að öll börn eigi að fá mat í skólum. Öll börn. Þessi mynd var tekin í einu grunnskólan fyrr í þessu mánuði. Hún sýnir raun að veru börn púnta við að þau séu í mat. Það er 2018. Við erum bara að ræða þetta endalaust. Ef öll börn bara fá borða þegar vondumatri er. Það var eitthvað pizza. Þetta er ekki búið. Ég veit að við viljum þetta ekki. Þá svelti ég þeirri spurningu fyrir mér. Af hverju eru skólarnir yfir höfuð að reka mötunetin? Ætti ekki að halda utan um þetta einhvers annars staðar, til dæmis á skóladeild eða félagsviðinu. Þá ekkert barn eða starfsfólk skólana að vita hvort þú er skráður í mat eða ekki. Þú átt bara að fá mat. Svo er það spurning færni matreiðslu fólksins, hvernig við nýtum og leysum matarsóunina og skólan allra. Á að banna símtæki í skólum? Þetta er sígil spurning sem ekki eru allir sammála en það er klárlega að rannsaka betur út frá líðan einstaklingsins. Varðandi nám og fleira ætla ég ekki tjá mig mikið það svo stöddu. En erum við með sérmenntaða einstaklinga til að sinna því og námskrá sem á að vera leiðandi í þeim efnum. Þá get ég ekki látið vera að minnast á íslenskukennslu og unglingastígi sem að mínu mati var alltaf þung. Eða bara fáránlega þung. En það er önnur saga. Ég veit að áskoranirnar eru víða innan veggja skólana. Ég hef notað tækifæri með leyfi forseta og beðið alla þá einstaklinga sem ég tók einhvern tíma þátt í að særa með aðgerðum með aðgerðaleysi afsökunar. Ég er alls ekki saklaus í þessum vegna. Foreldrar eiga aldrei að hafa á tilfinningunu að barninu sínu líði illa í skólanum. Aldrei. Þau eiga að hafa vissu fyrir því að börn fá bestu þjónustu völ á og séu vernduð fyrir aðstæðum sem þau ráða ekki við. Passið upp á börnin okkar. Þau eru það dýrmætt það sem við eigum. Bæjarfulltrúi Preben Jón hefur lokið máli sínu. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Sóley Björk. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, með leyfi forseta. Hlutverk grunnskóla er í samvinnu við heimilin að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem í sífelldri þróun. Svona hljómar fyrsti hluti þeirra greina grunnskólalagana sem að fjallar markmið grunnskólana. Ég veit ekkert hvernig best að gera þetta. Ég er ekki og hef aldrei verið kennari, en ég veit að þetta er mjög viðamikið verkefni. Og kannski, hugsaði ég með mér, kannski er þetta verkefni sem var einu sinni að hluta til á borði þorpsins sem ól upp barn, eins og máltæki segir. En það hefur margt breyst síðan þá og ég þakka nú bæjarfulltrúa Preben fyrir að deila hérna sögu sinni. Ég er alveg sannfærð að það hefur margt breyst síðan þá, en ég er alveg sannfærð að það er margt sem þarf að gera til viðbótar. Og líklega er þetta hlutverk sem var sem sagt þorpsins að ala upp barn meira og meira komið alfari á hendur skólana og þar með kennarana.
Og með þetta í huga þá velti ég fyrir mér hvers vegna formaður Fræðsluráðs lagði svona áherslu á og talaði eins og það væri greiðlega jákvætt hversu hagkvæmt skólakerfi hér á Akureyri er í rekstri. Og þegar ég fór að hugsa um það, þá fór ég að hugsa um það líka að fréttir hafa komið fram um það að tæplega helmingur af tæplega helmingi háskólamenntaðs starfsfólk sem að leitar til virk vegna kulnunar í starfi eru kennarar. Og samkvæmt upplýsingum frá virk eru helstu vandamálin andleg veikindi, streita, kvíði og stoðkerfisverkir. Og í morgun sátum við flest sem að sitjum hér inni, eða mörg allavegna, fund umhverfismál. Og þar var sýnt stutt myndband sem að fjalla það hvernig kostnaður við framleiðslu ýmissa hluta lendir að hluta til á umhverfinu, íbúum og neytendum í formi mengunar, vinnuálags og ýmissa vandamála sem framleiðslan hefur í för með sér. Og ég velti fyrir mér, getur verið að Akureyrarbær sé að láta kennara bera hluta kostnaðarins við menntakerfið? Og er það sem við viljum? Að það er ljóst í mínum huga að þegar að fylgst með umræðum skólamál, líðan kennara, námsárangur barna og líðan þeirra, andlegrar og líkamlegrar, að það er eitthvað brotið í kerfinu. En ég held að þar séum við með fjölþættan vanda sem er ekki auðvelt að leggja einhlíta lausn við. Ég var næstu búin þegar ég var að skrifa ræðinu minn í dag og er næstu búin að skrifa en það væri þá löngu búið að því. En svo þegar ég hugsaði það, að því við erum alltaf að spá í kostnað, þá er ég ekkert viss að við erum búin að því. Þó við vissum, þó að lausnin væri einföld, ef hún væri dýr, þá er ég ekki viss að við erum búin að leggja hana fram. Og það er það sem við þurfum held ég fyrst og fremst að gera hérna, að við þurfum að ákveða hvort það er svona sem við viljum hugsa skólakerfið okkar. Eða hvort að það má kosta meira. Og ég vil bara segja að ég held að þetta sé bara kjarni vandans og ég held að þetta sé það sem er búið að vefja upp á sig mjög lengi. Og ég held að þetta sé ekkert núverandi meirihluta að kenna og hvað þá núverandi formanni Fræðsluráðs. Og ég held að það skiptir heldur ekki máli. Við þurfum ekkert að benda neitt á hverjum hlutinir er að kenna. Þetta er einhver þróun sem okkur hefur ekki reynst gerlegt að snúa af og allavega eftir þess að ég skynja það, þá erum við ekki á þeirri braut að snúa af þessu. Hnúturinn er bara að verða einhvern veginn harðari. Þannig upplifi ég það og sérstaklega í samtali við kennara, skólastjórnendur og annað starfsfólk skólanna. En á sama tíma þá þurfum við að hugsa það og meðal annars það sem bæjarfulltrúi Preben kom inn á, það er það hvernig þessar stofnanir, það er leik- og grunnskólar, hvernig þetta hvernig er jafna aðstöðumun nemenda og barna og hvernig við erum að hluta til með gjaldfrjálsa grunnskóla, það er að segja við þurfum ekki að borga fyrir grunnskólapláss en það þarf að greiða fyrir fæði og ég fagna mjög því skrefi sem var tekið hérna þegar það var ákveðið að hafa námsgögn í frí, það var mjög gott en það er bara pínu sorglegt hvað okkur gengur hægt í að þróa þetta kerfi eins og ég held að við hérna flest inni áttum okkur á því að við myndum gjarnan vilja sjá það. Það er að segja, þar sem þetta er raunverulegt jöfnunar kerfi, þar sem að öll börn fá jöfn tækifæri til þroska og þátttöku. Af því við erum alltaf flækt í kostnaðinu. Og mér langaði rosa mikið til að koma hérna upp og tala að brúa bilið og mikilvægi þess að þetta séu gjaldfrjálsar stofnanir en það er bara erfitt þegar það er alltaf þessi stakkur er bara svo þröngur. En við getum þetta, ekki hérna og ekki í dag, en í fjárhagsáætlun getum við tekið ákvarðanir að víkka þennan blessaða jakka og leyfa, ætla ég bara að segja, skólafólki að anda eðlilega. Og þá getum við fara að tala líka hvernig við ætlum að bæta til dæmis móðurmálskennslu og stuðning við börn af erlendum uppruna. Ég held sé gríðarlega aðkallandi mál. En
ég var bara erfitt með að tala það sem þarf að gera að því að það er bara, það verður bara til að gera ástandi verra held ég inn í stofnunum. Af því ég held að það sé bara, það er orðið á þröngtum. En við þurfum að sækja fjármagn, en þangað til að við erum búin að sækja auki fjármagn í þetta, þá verðum við bara að forgangsraða því sem við höfum. Og ég fór að hugsa að því að það er komið þarna í ræðinni inn á nútímavæðingu skólana sem var 60 milljónir á 3 árum sem var ráðstafað í það og ég taldi á sínum tíma mikilvægt að hver skóli fengi frelsi til að ráðstafa sínu hlut eins og þarfast væri. En svo einhvern veginn svona sýnist mér að það sé kannski ekki alveg málið allan að tala að þurfa að móta stefnu og greina og svona, þarf að vinna svolítið fyrst. Og ég var svona eitthvað pínu fúl á móti þegar ég heyrði þetta, en svo fattaði ég. Og ég var ennþá meira hissa þegar ég áttaði mig á því að þetta átti ekkert að fara beint í kennslu þróun, heldur ég mig til að bæta til dæmis starfsumhverfi skólastjóra eða endurbætur í upplýsingatækni. Og þá áttaði ég mig á því að ef innviðirnir er ekki í lagi í skólunum, þá er kannski einmitt ekki tækt að fara í næsta skref eða kennslu í gegnum snjalltæki eða þróa það kennsluefni eins og maður myndi gjarnan vilja sjá. En auðvitað verður bara, grunnurinn verður að vera í lagi, þannig að ég ætla bara að segja, ég fyrirgef það algjörlega að þetta sé bara notað í einhverja tölvurinn á kennarastofu eða skólastjórastofu eða hvað. Ég meina bara, en þar kemur líka í ljós hvernig þörfin er. Og auðvitað verður við átt okkur á því að við erum ekkert að fara í einhverja brjálæðislega tækniþróuna meðan þetta ástandi er svona. Og þetta auðvitað meta skólarnir og meta starfsfólki og meta stjórnendur og ég held að það sé líka bara, það er náttúrulega það sem þar er fólki sem veit hvað þarf að gera. Og ég held að það sé einfaldlega okkar að tryggja meira fjármagn í eina málaflokk. Svo ætla ég bara að segja húrra fyrir barnasáttmálanum, bara virkilega vel gert. Og bara fagna vangaveltum langa vinnudaga og ég ætla bara að segja styð allar hugmyndir styttingu vinnuviku, hvort sem það er barna eða fullorðina. Og svo langaði mig að segja, varðandi svona pælingar byggingu nýrra skólahúsa, það var aðeins komið inn á það að raddir nemenda séu mikilvægar og mig langar að benda á og auðvitað þurfa raddir starfsfólk ekki síst, en þarna þegar það er verið að byggja svona húsnæði, þá er alveg svona gullið tækifæri til að æfa sig í íbúasamráði. Og grunnforsendan í því er sem sagt að ná samtali við fólk sem að ákvörðunin snerti mest en er ólíklegast til að koma skoðunum sínum að framfæri að fyrra bragði. Þetta er bara það sem maður þarf að muna. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóli Björk hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að byrja á því að þakka formanni fyrir yfirferðina. Mér langar líka til þess að þakka bæjarfulltrúi Preppina að koma hérna upp og segja frá reynslu sinni. Ég var hálf meir að hlusta á hann og ég veit að það hefur ekki verið auðvelt. Þegar ég las yfir stefnuræðina þá fannst mér þetta mjög góð samantekt yfir það sem er verið að gera og hvað er búið að gera. Ég kalla meira eftir hvert við erum að fara. Það var komið inn á nokkur atriði en mér finnst vanta sýnina. Ég veit kannski að hugsanlega hefur líka áhrif og það hefur gríðarleg mannaskipti verið í þessari nefnd. Ég satt þarna fyrsta árinu, síðan þá hafa verið held ég 3 formenn innan nefndarinnar, síðan hafa verið 3 fræðslustjórar á þessu kjörtímabili og auðvitað hefur það gríðarleg áhrif á störf nefndarinnar. Og á fyrsta árinu átti að fara í gerð skólastefnunar, að það taki 4 ár að gera skólastefnu finnst mér nokkuð mikið. Þannig að en ég fagna því að það sé allavega farið á stað en komin tími til að því við verðum að fara
sjá hvert við erum að fara. Mér finnst við vera að beða til hægri og vinstri og stundum á miðinni og við erum ekki sameiginlega að leiðast í rétta átt og þannig að ég allar að legg til að það verður settur verulegu kraftur í það að koma og klára þessa skólastefnu. Ég held að það sé eitt mest gefandi starf að vera kennari, en ég held líka að það sé eitt mest krefjandi starf sem að þú sinnir eins og starfið í dag. Ég því bara ofboðslega þakklátt fyrir það hversu marga góða kennara við höfum. Allan mér finnst ég hafa séð það í bæði á störfum mínum innan nefndarinnar þar sem ég heimsótti alla grunnskóla og alla leikskóla bæjarins, að ég bara upplifi það að við sem bara vinna að mestu leyti mjög gott starf. Og ég allan að þakklátt fyrir þá kennari sem að dætur mínar hafa haft, þannig að við mögum heldur ekki, það er líka margt gott í gangi. En ef við förum að skoðum aðeins, ég er einhvern veginn á því að fjölskyldubærinn Akureyri hefur ekki alveg staðið undir nafni og ég veit að fleiri bæjarfulltrúar hafa nefnt það hér líka. Og sérstaklega bara ef við horfum á könnun sem að Gallup gerðum daginn. Varðandi viðhorf bæjarbúa til leikskóla og grunnskóla bæjarins, við vorum bara að koma mjög illa út úr þeirri könnun og mér þykir það mjög miður. Við erum í 3. neðsta sæti af 19 sveitarfélögum. Þú veist bara hvað að valda þessu? Auðvitað er erfitt að segja að við keyptum ekki þessa könnun, þannig að við erum ekki með mikla greiningu á hvort þetta voru foreldrar barna sem voru að svara eða bara almennir bæjarbúar. En við höfum hrapað frá 2008 vorum við með einhverjum 4,1 og við erum komin niður í 3,4 varðandi viðhorf bæjarbúa til leikskóla. Upplifun mín, eins og ég segi, er ekki svo að við séum að vinna slæmt starf innan leikskólana. Alls ekki. Ég held að mín tilfinning er svo að niðurstöðurnar megi rekja til þeirra þáttar sem snúa að okkur hér inni. Það er til dæmis skortur á dagforeldrum og leikskólaplássum. Hvað hafa birst margar blaðagreinar þetta mál núna á síðustu árum? Bara síðustu viku. Þetta er okkur að kenna, við þurfum að laga þetta. Lítill sveigjanleiki varðandi sumarfrí vegna leikskólalokana, ég veit ekki hversu oft ég hef rætt það hér. Við erum ég held allavega ennþá, var allan þegar ég var í skólaræði, þá erum við til dæmis með fleiri starfsdaga á leikskólum á Akureyri heldur en önnur sveitarfélög. Þetta pirrar foreldra og þetta pirrar líka atvinnurekendur. Er þörfin svona mikil að við þurfum að vera með, ég held að sé 1 aukadagur sem við erum umfram, er þörfin það mikil að við þurfum að halda því út? Eða getum við unnið þetta á annan þátt en samt að sinna jafngóðu starfi? Þannig að ég vil allavega að við skoðum það. Að við séum að koma svona illa út úr könnun held ég að hafi slæm áhrif. Þetta er eitt af fyrsta sem held ég fólk horfir á þegar það er að ákvarða búsetu sína. Þannig að ég bara er á því að við eigum að setja leikskólamálin í forgang og skólamálin almennt. Ég allavega vona að eftir 4 ár verðum við ekki á sama stað í þessum könnun. Ég ætla virkilega að vona að við verðum ofar og séum að sinna þessum þáttum betur. Ég hef talað fyrir því og mun tala fyrir því áfram að við eigum að setja stefnuna á að börn fái leikskólapláss frá 12 mánaða aldri. Nú er það í stefnu ríkisstjórnarinnar að lengja fæðingarorlofið og það er komið aukið framlag allan inn í þessa fjármálaáætlun sem hefur verið kynnt. Ég held að það sé 2,3 milljarðar sem hafa verið settir þar inn á fyrsta árið og 700 milljónir áætlun í hækkun á hámarksgreiðslu fæðingarorlofs. Þannig að mér finnst að það vera verkefni okkar að vinna líka í átt að því að brúa þetta bil. Og við eigum að vera tilbúin þegar að fæðingarorlof er orðið 12 mánuðir, þá eigum við að vera tilbúin. Þannig að ég held að þetta sé eitt af því sem við þurfum að fara að leggja áherslu á.
ég tek alveg undir hérna, ef við förum yfir í allt annað, og við tölum fyrir því, við sjálfstæðismenn, ég tek undir hjá bæjarfulltrúa Sóleyju, sko, við þurfum það er bara skylda okkar að passa upp á það að allir skólar búi við sambærilega aðstöðu og grunnbúnað. Við eigum bara, það á bara að vera forsenda starfsins, að það sé til staðar. Og við settum það í okkar stefnuskrá síðast að það yrði bara gerð skilgreining á þessu, bara hvað er grunnbúnaður og hvernig á hann að vera. Þannig að það sé bara á hreinu og það sé passað upp á það að það sé pottþétt allstaðar. Þannig að þegar eins og bæjarfulltrúi Sóleyju kom inn í, þegar við erum að setja þá peningi ákveðin verkefni eins og nútímavæðingu, að þá er sá peningur ekki að fara í grunnbúnaðinn sem á að vera til staðar. Þannig að ég bara tek undir þetta með henni í þeim efnum. En ég er samt sem áður að við verðum að auka tæknivæðingu í skólum og ég finnst að við eigum að skoða líka bara hvað aðrir er að gera. Kópavogsbær er komið mjög framalega í þessum efnum og ég eftir að hafa setið í bæjarstjórn í 4 ár, þá hefur komið mér á óvart hvað við erum lítið að læra af hvort öðru. Við til dæmis að það var komið inn á lærdómssamfélagi hérna áðan, hvernig kennarar og skólastjórnir er að nýta okkur það. Af hverju eru við ekki að nýta okkur það? Af hverju eru sveitarstjórnarmenn ekki að nýta sér þetta meira mæli? Við til dæmis fórum til Reykjavíkur hérna og fórum á fund með borgarstjórn í einn dag. Helmingurinn á deginum fór í sameiginlegan fund sem var svona show-off að mínu mati, bara fyrirgefið. Ég hefði miklu frekar vilja eyða tímanum í að læra hvað eru þið að gera. Við reyndar einn hluta deginum í það, en við erum að gera miklu meira af þessu. Við erum átt að taka 2 daga, hitta hinn sveitarfélögin og höfuðborgarsvæðinu líka og sjá bara hvað flottu verkefni þau eru að gera. Og þegar þau eru að koma, við erum að eyða deginum í að kenna hvort öðru, því að það er það sem mun skila sér. Þannig að lærdómssamfélag fyrir pólitíska fulltrúa verður næsta markmið. Skólaleikur, ég er rosalega ánægð með það verkefni og það var byrjað að ræða það þegar ég var þarna inn í fræðsluráði og ég svo ánægð að heyra hvað var vel haldið utan og fer vel af stað og foreldrar séu ánægðir að mér fannst alveg frálegt að við erum að senda börnin aftur inn í leikskólana eftir sumarfrí í sumarhverja í viku, viku til 2 vikur, staðinn fyrir að tengja þau beint inn í grunnskólakerfið. En jafnframt horfi ég á það og hef talað fyrir því að við séum meira að tengja skólakerfið saman. Það verði meira flæði þarna á milli og hugsanlega meira að börnum fari bara beint, 5 ára börnum fari bara beint í grunnskóla nám. Og ég held að það muni gerast og það verði í framtíðinni. Þannig að og ég fagna því að horft sér til þess að hugmyndar sem við sjálfstæðismenn komum með inn í fræðsluráð varðandi Lundarskóla, að hugsanlega byggja bara leikskóla við skólan og nýta þá það land sem að Lundarselir á bara undir almenna byggð. Þannig að ég bara fagna því ef sú hugmynd vinnst áfram. En þá er komið að máli málanna og bara eiginlega eins og ég sagt hér áður ástæðu þess að ég ákvað að fara í pólitík og það er líðan barna í skólum. Ég tek undir með Preben, þetta er áhægjafni og við verðum að fara að bregðast við. Og ég veit við erum eitthvað farin af stað, við erum farin að skíma sem er bara mjög gott, en við verðum að ganga skrefinu lengra og ég er allan að sannfæra það og er á því að við verðum að fara að setja sálfræðiþjónustu inn í skólan. Og ég veit að fleiri bæjarfulltrúar eru mér sammála og ég held að þetta sé verkefni sem við verðum að fara að skoða. Við erum alltaf með sálfræðinga í vinnu við skólana í dag en þeir eru staðsettir annars staðar. Þeir eru ekki staðsettir með börnunum. Ég held að það sé öðruvísi þegar sálfræðingunum komin inn í skólan, það myndast öðruvísi samtal og öðruvísi traust og sálfræðingarnir kynnast betur umhverfinu sem börnin eru í dagsdaglega. Þannig að þetta er allan held ég eitthvað sem við munum þurfa að skoða meira. Ég vil líka eins og formaður gerði hrósa tónlistarskólanum. Mér finnst bara frábært hvað þau hafa verið að gera á þessu ári og þessi tónleikar sem þau hafa verið að vinna með grunnskólanum og leikskólanum algjörlega til fyrirmyndar og ég heyri allan mínum dætrum hvað þeim finnst þetta skemmtilegt
og þannig að mjög ánægð með það og líka með þessa nýju námsbraut sem er að koma. Mér finnst þessi gríðarlega styrking fyrir tónlistarlíf hérna á Akureyri. Ég tala ekki það að nú er Sinfóníuhljómsveit búin að eflast gríðarlega og hér er komin hugsanlega ný atvinnugrein sem er upptökur fyrir kvikmyndir. Þannig að hér eru vonandi verða mörg tækifæri fyrir þessa nemendur þegar útskrifast á námi hér á þessu svæði. Þannig að ég fagna þessu innilega. Og líka því eins og við höfum líka talað áður, það er með frístundina. Við verðum bara núna að breyta þessu. Það er ekki hægt að tala þetta að búa til eina nýja skýrslu. Við verðum að laga og bæta hvernig þetta er. Maður sér það alveg, þetta eru börnin sem eru í 1. og 2. bekk sem eru í frístund. Þegar börn eru komin í 3. bekk og 4. bekk, þá er það farið að leiða svo að ég er allavega með barn sem ég þarf að tala líka við til á hverjum degi til að fara í frístund. Og ég held að það sé upp til hópa hjá þessum aldurshópi af því það er sama rútínan dag eftir dag. Það er engin ögrun, það er ekkert skipulagt starf, allavega ekki það sem ég þekki til, en hugsanlega í einhverjum af skólunum. Þannig að ég bara fagna því að ef við ætlum að fara í þá átt. Já, ég náttúrulega get ekki komið upp án þess að minnast á sumarlokan í leikskóla, þannig að ég mun bara taka það enn og aftur hér fyrir. Ég bara, við verðum að bjóða upp á meiri sveigjanleika heldur en við erum að gera í dag. Við erum búin að hitta þó nokkuð, við Sjálfstæðismenn vorum með svona rýnihóp daginn og hittum þó nokkuð mikið af fólki, atvinnulífið, foreldra, hóp, fjölskyldufólk, fólk sem tengist íþróttum. Ég held að þetta hafi komið upp í 3 eða 4 rýnihópum þar sem sumarlokun í leikskóla kom upp. Þannig að atvinnulífið allan að kalla sterkt eftir þessu. Þeir sem að vinna með fólki sem á börn kalla eftir þessu því að þeir þurfa alltaf að víkja fyrir þeir sem eiga börn og fá aldrei að fara í sumarfrí á besta tímanum. Og ég veit að margir hverjir foreldrar óska eftir þessu líka. Þannig að ég varð að koma svo að, en ég held ég láti það duga í bili. Takk. Bæjarfulltrúi Eva Hrund hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja því að þakka formanni Fræðsluráðs Dagbjörtu fyrir yfirferðina á þessum gríðarlega stóra og mikilvæga málaflokk. En tíminn sem barn eyðir í leikskóla eða grunnskóla er ansi stór hluti dagsins. Og því tel ég afar mikilvægt að þeim tíma sé vel varið og hann sé nýttur til hins ýtrasta. Starfið í grunnskólanum hefur breyst mikið á undanförnum árum. Við höfum farið frá því að hafa tvísetinn skóla yfir í einsetinn, auk þess sem önnur verkefni hafa bæst við vinnu kennara. Álagið er með öðrum hætti í dag. Þegar ég starfaði sjálf sem kennari þá upplifði ég töluverðar breytingar, en á þessum árum síðan ég hætti hafa þær orðið enn meiri. Og ekki svo skilja að það séu 10 ára síðan ég hætti að kenna. En ég held að mér sé alveg óhætt að segja það að kennari sé ekki einungis fagaðili í kennslu, heldur hann einnig að sinna hlutverki félagsfræðings, sálfræðings og svo má áfram telja. Kæru bæjarfulltrúar, kennararnir okkar þurfa að finna það að við treystum þeim. Þau eru fagaðilar í sínu starfi og þau hafa sinnt í starfi afar vel. Hæfir og góðir kennarar eru ein forsenda þess að nemendur njóti sín og nái árangri í námi sem leggur grunn að framtíð þeirra. Samkeppnisefni þjóða byggir í dag að miklu leyti á menntun. Til mikils er að vinna með því að auka virðingu fyrir kennarastarfinu og gera skólana aðlaðandi starfsvettvang fyrir hæft og vel menntað starfsfólk. Viðfangsefni kallar á fjölþætta lausn, alveg vissulega, og til þess að vinna að henni þá þarf samtal háskólasamfélagsins, kennarafélagana, ekki síst ríkis og svo sveitarfélaga. En hvað getum við gert hér? Getum við hugsanlega aukið sveigjanleika í starfi?
Í þjóðfélaginu í dag heyrir svo umræða að stytta þurfi vinnuvikuna, að mikilvægt sé fyrir að hafa sveigjanleika í starfi og svo framvegis. Getum við skoðað hvort hægt sé að taka út viðbótarskráningu kennara? Því við vitum að kennararnir eru að vinna vinnuna sína. Ansi margir þarna kennarar eru fyrir hugsjónuna, en það er ekki hægt að lifa henni einnig saman. Við þurfum að halda áfram auka tæknivæðingu í skólum, bæta tækjakost og starfsaðstöðu kennara svo við getum fylgt þeirri þróun sem er í heiminum í dag. En skóli án aðgreiningar er fallegt hugtak, en það er erfitt að fylgja því eftir. Til að skólastefnu menntun án aðgreiningar geti gengið þarf að skýra hugtakið, verkaskiptingu, endurskoða fjármögnun og auka stoðþjónustu fyrir nemendur og kennara. Nemendahópurinn í íslenskum skólum er afar fjölbreyttur og fjölþjóðlegur og því óraunhæft að greina niður eftir mismunandi bakgrunni og þörfum. Þess í stað þarf að tryggja stoðþjónustu fyrir nemendur og kennara til að markmiðum nám án aðgreininga verði náð og kennara nýtist sem best til að sinna sínu starfi. Formaður fræðsluráðs kom inn á það áðan að það væri hafin vinna við að byggja leikskólaeiningu við Glerárskóla sem verður tilbúin haustið 2020. Einnig þurfa að skoða vegna mikillar uppbyggingar í Naust- og Hagahverfi að hefja undirbúning á nýjum leikskóla í Hagahverfi eða viðbyggingu við Naustatjörn. En núna er nýtt hluti af grunnskólunum undir 5 ára deildina og hafa kennara látið í sér heyra að þeir þurfi að fara að nýta þá aðstöðu sjálfur. Því tel ég afar mikilvægt að skoða það. Samstarfið hefur að mér skilst gengið mjög vel en þörfin á húsnæðinu er orðin brýn og því mikilvægt að bregðast við því. En samhliða framkvæmdum við Glerárskóla þá er gert ráð fyrir að starfsemi Pálmholts færist yfir í leikskólann Glerárskóla. Og ég tek undir með formanninum að nauðsynlegt er að halda opnum möguleikanum á að nýta neðra húsið þar til byggingaáformi við Lundarskóla sé lokið og jafnvel skoða að hafa hann opið lengur ef þörf er á. Tekin var ákvörðun í aðgerðahópnum bæjarráði að hætta rekstri 2 leikskóla út frá þeim forsendum sem voru upp á þeim tíma. Engan grunaði að hingað myndi flytja 40 börn sem koma þyrfti fyrir í leikskólinn bæjarins. En við tókum þessa reynslu og við lærðum af henni og nú hefur sveigjanleikinn verið aukinn úr 5 barngildum yfir í 10 í leikskólanum okkar. En með því að hafa þennan möguleika og opinn varðandi Pálmholt, þá held ég að við séum að hugsa til framtíðar og hafa varan á okkur. Mikilvægt er að bregðast við bilinu sem verður á milli fæðingarorlofs og leikskóla og einlíkt á bæjarfulltrúi Eva Hrund kom inn á hér áðan, þá er ríkisstjórnin að stefna á að lengja fæðingarorlof í 12 mánuði og þá er spurningin hvort sveitarfélögin mæti þessum einhverjum hætti. Ég er sammála henni að við þurfum að skoða þetta, við þurfum að brúa bilið og hvernig við gerum það þarf virkilega bara að skoða út frá þróun og fjölda barna og bygginga. Formaðurinn fór ágætlega yfir stöðu leikskólamála, en það er auðvitað nauðsynlegt að fara að vinna markvisst að því að bæta starfsumhverfi barna og kennara og annars starfsfólks í leikskólum. Hún kom einnig inn á verkefni tengt barnasáttmálanum sem var samþykkt hérna í bæjarstjórn að hefja innleiðingu á, en barnasáttmálinn er útbreiddasti mannréttindasáttmáli í heimi. Og nú stefnir Akureyrarbær að því að vera fyrsta sveitarfélagið á Íslandi sem innleiðir hann með markvissum hætti. Samfélagssvið Akureyrarbær hefur síðastliðin ár leitað leiða til þess að brjóta vegginn á milli kerfanna sem koma á málefnum barna. Því miður eru kerfin stundum afmörkuð og vinna ekki alltaf nægilega saman. En hér á Akureyri er hins vegar búið að finna leið til þess að láta kerfin mótast í kringum barnið sjálft og þarfir þess. Eitt af fyrstu verkefnunum tengdum innleiðingunni var að kortleggja þarfir og réttindi barna með það markmið að búa til mælikvarða á velferð barna innan sveitarfélagsins. Sá mælikvarði byggir meðal annars á því að safna saman þeim tölfræðilegu gögnum sem eru til staðar börn á Akureyri á einn stað. Ákveðið var að útvega nemendum frí námsgögn sem er frábært framtak og leggjum áherslu á að það verkefni haldi áfram. Búið er að gefa út skýrslu ný viðmið fyrir frístundaheimilið þar sem farið inn á hlutverk þeirra leiðarljós markmið og viðmið. Kemur það fram að mikilvægt sé að börnunum líði vel, þau fá að hafa áhrif á ákvarðanatökur og virkt samstarf sé við foreldra, skóla, íþrótt- og æskulýðsfélög og aðra í grenndarsamfélaginu. Unnið hefur verið að því á kjörtímabilinu að samræma starf skóla og æskulýðs- og íþróttafélaga og sýndu allir aðilar málinu mikinn áhuga. Erfitt hefur reynst að finna lausn sem hentar öllum
en ég tel afar mikilvægt að halda þessari vinnu áfram og skoða betur hvaða möguleikar felast í bænum okkar. Þeir kennarar sem ég hef rætt við hafa lýst yfir áhyggjum sínum að auknum þunga vegna kvíða og þunglyndis hjá unglingunum okkar. Rætt við hefur verið mikilvægt þess að fá sálfræðinga í auknum mæli inn í grunnskóla bæjarins og jafnvel skima fyrir kvíða og þunglyndi í samstarfið HSN. Þjónustan verði því á ábyrgð félagsþjónustu og heilsugæslu þannig að fagfólk í kennslu geti einbeitt sér að því sem það kann best. Það að skapa skilyrði til náms. Ég var afar ánægð að heyra formanninn fara inn á að skóla geti haft sína sérstöðu, því ég hef talað mikið um þetta og hver skóli sé mismunandi áherslur, til dæmis einn skóli með áherslu á hreyfingu og svo framvegis. En ég tel að þetta skapi svolítið að starfinu sem innan skólana og þeirra kennar og þeirra starfsmanna sem innan skólana. Þegar þú gengur inn í skóla þar sem öflugur myndmenntakennari, þá verður strax var við það. Sama gildir tómmennt og svo má áfram telja. Og ég held við að nýta okkur þetta, skapa þessa sérstöðu. Því við erum misjöfn, þarna komum við móts við misjöfn einstaklinga. En eina stærstu ákvörðunum sem ungt fólk tekur sér snýr að menntun. Þó að sveigjanleiki til náms hafi aukist mjög mikið á síðustu árum, þá er fólk sannarlega ákveða hvað það vill starfa við í framtíðinni. Í gegnum tíðina hefur verið mikil áhersla á bóknám, en síðustu ár hefur verið aukin umræða tækifærin sem felast í iðnmenntun og tel ég vera nauðsynlegt að breyta því viðhorfi enn frekar. Með 4. iðnbyltingunni og í ljósi þeirra staðreyndar að mikill fjöldi starfa sem verða í framtíðinni hafa ekki enn orðið til, hefur mikilvægi aukinnar tækni og iðnmenntunar sjaldan verið meira. En hvernig getum við aukið áhuga ungs fólks á því námi þar sem iðnstörf á svo marga vegu ákjósanleg? Kannski það stóra áskorunin sem við sem samfélag stöndum frammi fyrir. Segja má að Akureyri búi mjög vel og sé í kjöraðstöðu hvað varðar verkmenntun. Við erum með öflugan verkmenntaskóla sem veitir góðan undirbúning og þjálfun til starfa á svæðinu. En til að hægt sé að halda úti öflugu verknámi þarf að fá meira fjármagn. Og viðurkenningu ríkisins á því að iðnnámi mun kostnaðarsamur á hvern nemanda þessi 4 ár sem hann í námi og jafnvel lengur og að það fjármagn skila sér síðan sem samfélagslegur ávinningur á störfunum. Að auki veitir stúdentspróf og loknu verknámi sérlega góðan grunn fyrir raungreinaháskólanám eins og verk- og tæknifræði. Ég tel fjölmörg tækifæri verið að styrkja grunninn enn frekar til að mynda með því að tengja nám og framhaldsskólastigi við tækninám í háskóla og horfa mætti til þess að koma á fót auknu tækninámi við Háskólann á Akureyri og þá jafnvel í tengslu við aðra háskóla líkt og gert í tölvunarfræðum. En einnig eru önnur tækifæri til að mynda með því að horfa til tengingu iðnnáms á sviði matvælaframleiðslu við auðlindadeild Háskólans á Akureyri. Þar hljótum við sömuleiðis að líta til þess hversu sterkur landbúnaður og sjávarútvegur á svæðinu og þau tækifæri sem felast í nýsköpun og menntun tengd matvælaframleiðslu. Í nokkur ár hafa grunnskólarnir á Akureyri verið í samstarfi við verkmenntaskólann valáfanga fyrir nemendur í 9. og 10. bekk. Grunnskólanemendur sem velja iðngreinakynningu koma einu sinni í viku upp í skóla og fá kennslu í iðngreinunum. Þetta samstarf hefur aukið áhuga grunnskólanema á iðnnámi og opnað augu þeirra fyrir mikilvægi iðn- og tæknináms fyrir nútímasamfélagið og framtíðina. Verkmenntaskólinn hefur einnig átt mjög gott samstarf við fyrirtæki og iðnmeistara á svæðinu og Akureyrarbær hefur komið samstarfi við skólann, nýsköpunarmiðstöð og Sími vegna nýsköpunar vegna FabLab-smiðju. Ég hef heyrt að það sé mikil ánægja og trú á nýju menntamálaráðherra sem leggur mikla áherslu á framfarir í menntamálum og góða samvinnu ríkis og sveitarfélaga í þeim málum. Framsókn hefur lagt mikla og metnaðarfulla skýrslu fram áherslur í menntamálum sem við munum nýta okkur á komandi árum enda fyrirliggjandi verkefni ærin. Ég treysti kennurunum okkar til þess að vinna vinnuna sína. Við þurfum að skapa umgjörina og svigrúmi til þess að geta gert það. Takk. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf að lokið máli sínu. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla ekki að vera beint höfð til Ingibjörgu í umræðunum. Ég held að einhvern er undan mér í röðinni en ekki þar fyrir að ég vil byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Dagbjörtu fyrir hennar innlegg hér og hennar stefnuræðu.
Hún er metnaðarfull og ég held að við séum að gera mjög gott í skólamálum. Hins vegar fannst mér eiginlega bara ástæða. Ég ætlaði nú að vorum eiginlega bara að skipta verkaskiptingu á milli okkar, ég og Ingibjörg varðandi dagskrána í dag. Ég ætlaði að taka áskráningin og Ingibjörg ætlaði að taka skólamálin. En mér langaði eiginlega bara til að koma upp og segja við bæjarfulltrúa Preben, vá, þakka þér fyrir að deila þessu með okkur. Þetta var, ég tek eins og bæjarfulltrúi Eva kom inn og maður svona satt hálf meir undir þessu og það þarf mikið til þess að koma og segja frá svona hlutum. Þannig ég bara vil Preben þakka þér fyrir það að deila þessu með okkur. Varðandi það sem aðrir hafa talað um hérna, bæjarfulltrúi Sóley kom inn á að við þurfum meiri fjármuni í þessa hluti og þá kemur akkurat að því sem við höfum alltaf verið að ræða, það þessi tekjuskipting ríkis og sveitarfélaga. Við fengum á sínum tíma til okkar skólamálin og síðan hefur bara sífellt verið að bæta í, hefur verið bætt í kröfur til okkar varðandi skólamál og það hefur kostað sveitarfélögum mikla peninga. Við megum, að mínum að held ég að sé mikilvægt að við förum að sækja fram til þess að reyna að ná þessari tekjuskiptingu og við þurfum að gera betur í skólakerfinu. Bæjarfulltrúi Ingibjörg kom inn á það að núverandi mennta- og menningarmálaráðherra, hún hefur miklar, hún er lagt fram tillögur, hún er ákveðin í því að það þurfa að gera gangskur í þessu og hún hefur boðað samvinnu ríkis og sveitarfélaga í þessum málaflokki, þannig að ég trúi því að við séum að svona kannski að sjá einhverja viðhorfsbreytingu í þessu af hálfu ríkisins. En það verður eins og ég segi frá bæjarstjórum bæjarins, þá verður að koma að fylgja þessu fjármagn ef við höfum að takast á við þetta. Við náttúrulega höfum líka kannski svigrúm til þess að gera hlutina betri. Það hefur verið rætt hérna styttingu vinnuvikuna eins og bæjarfulltrúi Sóley hefur oft komið inn á og bæjarfulltrúi Ingibjörg kom inn á það í sinni ræðu að kannski mætti horfa til þess að sama tíma við vorum að ræða hér í bæjarstjórn styttingu vinnuvikuna, þá var verið að taka upp skráningu og vinnustund til kennara og olli miklu múlva þitt eins og menn muna, en hins vegar velti maður fyrir sér hvort það mætti eitthvað koma til móts við á til dæmis með skráningu utan hefðbundis 8-4 vinnutíma, en þess að það er undir samvingu hvers og eins kennara hvernig það að því er staðið, þannig að það er svona maður velti fyrir sér hvort að það sé eitthvað sem að menn þyrftu að ræða í þessu samhengi. Ég er alveg sammála því líka að við erum með mjög gott að mínum að til skólakerfi. Við verðum svona, það er öflugt og þegar maður, eins og bæjarfulltrúi Eva kom inn á, þegar maður kemur í skóla eða þegar maður ræðir við kennara þá sér maður heyrir maður vel hvað er mikil gerjun í skólastarfinu og vel gert og bara í dag einn angi af skólastarfi, leikskólastarfi og samspili tónlistarskólans með söngvaflóði er eitthvað sem er til mikillar eftirbreytni og við höfum svona tekið þetta upp. Varðandi það sem að bæjarfulltrúi Eva kom inn á, Capacent og skoðanakönnun, vissulega er það ekki gott þegar einhvern veginn fer svona nýður en maður veltiði fyrir sér hvað hafi valdið því hvað veldur í þessum efnum. Auðvitað náttúrulega hefur umræða leikskólapláss verið áberandi hér í bænum og það er það bara þannig að það hefur verið foreldrar hafa verið að halda okkur við efnið og það hefur sína skýringar. Þegar við erum að tala að það séu okkar bæjarfulltrúum að við að okkar bæjarfulltrúar sakast, þá er það við byggjum á ákveðnu vinnu sem er lögð fyrir okkur og við reynum að taka réttar ákveðinu hverju sinni og auðvitað viljum við ekki lenda í svona hólskefli eins og við lendum í varðandi að geta ekki veitt börnum pláss í leikskólum, en hins vegar viljum við gjarna lenda í svona hólskeflu að bæjarbúum fjölgi og hér verði fleiri nemendur í skólum. Vonandi, og mér sýnist það með þær forsendur sem að bæjarfulltrúi Dagbjört hefur verið að ræða við okkur í meirihlutanum, þá erum við að sjá fyrir okkur á næstu árum höfum við borð fyrir báru, en við þurfum líka þá þegar við byggjum upp leikskóla sem við erum að fara í núna bæði í Glerárskóla og væntanlega áframhaldinu, hvað sem það verður, næsta skólabygginga, þá þurfum við í rauninni að skoða hvernig við getum komist hjá því að lenda í svona hólskeflum og þá kemur akkurat að þessari samtengingu leik- og grunnskóla sem við þurfum að horfa til að það eru þessi möguleikar sem við eigum að velta fyrir hvort við getum nýtt meiri samtengingu þar á milli og nýtt byggingar sem þar eru. Þetta er allt sem hlutverk sem að menn þurfa að skoða á næstu misserum.
Ég nú jú, varðandi fjölskyldu bæinn Akureyri, þá margt fleira heldur en bara akkurat grunnskóla og skólamál sem spila inn í, en þarna við getum alltaf gert allstaðar betur. Við eigum að vera stolt svolítið að bænum okkar og vera pínlítið ánað hvernig við erum að gera hlutina, en auðvitað eins og alltaf þá hægt að gera betur og til þess erum við í pólitík að gera betur. Mér þykir slæmt af því að bæjarfulltrúi Eva kom inn á það að hún hefði komið í pólitík á þeim forsendum hún brynni fyrir líðan barna í skólum sem hún hefur náttúrulega mjög oft talað í ræðustóli hér, og þess vegna þótti mér því miður á sínum tíma þegar hún hvarf úr skólaráði eða fræðsluráði og satt áfram í stjórn Akureyrarstofu, væntanlega meiri vinna í fræðsluráði, en hins vegar hefði alveg samfærum það að fræðsluráði hefði haft gott af starfskröftum Evu vegna þess að bæði þá tengingu hennar sem bæjarfulltrúi inn í þessu stóra ráði. Á upphafi kjörtímabils var það, ef ég man rétt, engin bæjarfulltrúi í fræðsluráðinu nema Eva bæjarfulltrúi. Þannig að það svona, hefði kannski verið gott að hafa hana þar inni, og af því að hún afskaplega öflugur talsmaður í þessu máli. En ég ætla nú ekki að segja neitt mikið meira, ég ætla bara segja bara líka að umræðurnar hérna hafi verið mjög fróðlegar og góðar. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínu. Þá tekur við til máls bæjarfulltrúi Silju Dögg. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Byrja á að þakka bæjarfulltrúa Döggu fyrir góða yfirferð. Dagbjört. Og einnig langar mig að þakka bæjarfulltrúa Preben fyrir að deila með okkur þessari sögu sinni, eða reynslu sögu sinni, sem að ég verð að viðkynna að ég bara táraðist hálfpartinn við að hlusta á hann. Takk fyrir það. Ungar barnafjölskyldur, þær hafa verið mér hugleiknar í 4 ár og ég hef lagt mig fram við að tala fyrir hönd þeirra. Við vitum að þessi tími getur verið erfiðastur, bæði andlega og fjárhagslega fyrir fjölskyldur, og það er svona mikilvægt að bjóða upp á vissu og öryggi fyrir foreldra og börnin. Að því sögðu tel ég að við getum gert betur og hef ég talað mikið fyrir því. Við erum þó að gera margt mjög vel og margt áorkast á þessu tímabili, eins og til dæmis skólaleikur var settur á, frábært að nýta rýmin í skólunum fyrir 6 ára börnin og að þau fá að aðlagast nýju umhverfi fyrr. Við hækkum systkinaafslátt í leikskólabörnunum og nú er það frítt fyrir 3. barn og 50% afsláttur fyrir annað barn. Bara fagna því mjög að það skyldi að fara í gegn. En ég hef viljað ganga ennþá lengra og hef talað fyrir því að jafna hlut foreldra þegar það er að greiða leikskólagjald og dagmömmugjald. Það er misræmi þar. Það er til dæmis verið að borga fullt gjald 40.000 rúmlegar á leikskólanum meðan það er allt upp í 60.000 fyrir gjald hjá dagmömmu. Þannig að ef við tökum svo dæmi á barn sem er fætt 1. mars og öll börnin í febrúar komast inn á leikskóla, þá ert þú að borga 220.000 krónur meira fyrir árið ef þú kemst árið síðar inn. Þannig að mér finnst að við þurfum að laga þetta. Og það er í skólastefnunum okkar sem er bara mjög gott og ég fagna því. Og ég held ég hafi nefnt þetta með þetta misræmi hverja einasta skipti sem við förum í og oftar þegar við tölum fræðslumál. Og við hjá Ellistanum erum að vinna því í stefnuskránni okkar útfæra þetta og viljum að þetta sé gert sem fyrst. Gjaldfrjáls námsgögn, frábært og í anda barnasáttmálans. Fleiri 5 ára deildir í skólum. Það er mjög gott að nýta rýmið í skólunum og mikilvægt að halda áfram og halda möguleikum og opnum að skoða fleiri möguleika, fleiri leikskóladeildir innan grunnskóla. Frístund, hvað getum við gert þar? Ég hef nefnt það hérna áður og ætla að nefna það aftur að ég myndi vilja sjá við afhendum frístund til Rósenborg og þau myndu nýta það starf, það gæðastarf sem er gert þar fyrir 1. til 3. bekk til dæmis, þar sem þeir væru að vinna með sjálfsmatið, sjálfstraustið og innvinkla þá íþróttahreyfinguna með einhverjum hætti, hvort sem það væri þá nýtt í skólahúsunum sjálfum
eða hvort og nota þá kennara sem væri þar eða taka íþróttahreyfinguna hreinlega með. Þetta eitthvað sem við þurfum að skoða betur, en þetta samt eitthvað sem við þurfum bara að fara að gera. Mér finnst við vera búin að tala of lengi þetta. Þetta svolítið svona eins og að halda einhverjum heitum bolta, við einhvern veginn grípum ekki alveg nógu vel utan um hann. Barnasáttmálinn, það bara mjög gott að við séum að innleiða hann. Söngvaflóð, þetta svo dásamlegt. Ég fór til dæmis í dag í Hof og var að hlusta á son minn og ég veit ekki hvað voru margar, 300 önnur börn og þetta bara, krakkarnir hafa svo ógeðslega gaman að þessu, foreldrar hafa svo ógeðslega gaman að þessu og mér finnst þetta bara frábært. Ég rosalega ánægð með þetta framtök. Uppbygging á leikskólasvæði upp í Glerárskóla, nú vinnuhópur í gangi. Ég vildi bara nefna að hafa það í huga varðandi staðsetningunni og að taka til dæmis Þór með í umræðuna og horfa svolítið á heildarsvæði. Ef við ætlum að byggja leikskóla, við séum þá ekki að taka af í einhverju mögulega framtíðar uppbyggingu. Allavega taka þá með í umræðuna eða bara taka með í umræðinu hvernig við viljum sjá þetta heildarsvæði. Bæjarfulltrúi Dagbjört sagði í ræðu sinni að þeirra skoða möguleika að ungbarnadeildir verði til dæmis í þeim leikskóla og öðrum leikskólum sem verður eru á dagskrá að byggja og að það sé gert ráð fyrir þeim í leikskólabyggingum. Ég sé þá ekki að skoða og bara gera það. Ungbarnadeildir eða leikskóla eða hvernig sem við gerum að það bara framtíðin. Það bara algjörlega mín skoðun og hvort sem það verður gert á næsta ári eða eftir 5 ár að þá verður það gert. Dagmömmur, ég persónulega hrifnar af hugmyndinni svo ég var að koma inn á ungbarnadeildirnar heldur dagmömmurkerfinu, en þá ég ekki að lasta þessar frábæru dagmömmur sem eru að starfa í dag og það alveg dásamlegt að vera með barn hjá dagmömmum, en þetta kerfi samt einhvern veginn ekki nógu gott. Ég myndi vilja sjá miðlægt innritunarkerfi. Ég veit að það rauninni ekki okkar að ákveða út af þeir eru verktakar, ég gerir mig grein fyrir því, en við verðum samt einhvern veginn að reyna að gera miðlægt ef við mögulega getum. Og út af þetta ekki gott að það þurfa að hringja í 20 dagmömmur í þeirri vonum að mögulega einhver getur tekið að sér barnið manns. Og síðan mega þar velja rauninni þeirra að taka inn, auðvitað taka þær yngstu börninu og þá getur orðið til þess að síðasti mánuður sem kemst ekki inn í leikskóla, hann kemst heldur ekki inn hjá dagmömmu. Út af dagmömmur þeir auðvitað taka, sem ég skil alveg, taka frekar inn kannski börnin sem eru yngri og verða lengur. Þetta bara skilnætt af þeim, en þetta samt ekki gott fyrir heildina. Þannig við þurfum bara að reyna að gera eitthvað í þessu. Leikskólar, varðandi, við erum að taka inn börn á leikskóla 2 ári og það hefur alveg rætt hvort við getum gert það oftar og það verður einhvern veginn alltaf verið hent út á borðinu út af það bara ekki hægt, það ekki gott fyrir leikskólastarfið, en ég veit að þetta var gert fyrir nokkrum árum á Húsavík. Þá bara var tekið bara pólitísk ákvörðun að gera þetta, það var mótspyrna, en það eru allir ánægðir með þetta í dag. Við þurfum bara að bara gera þetta, finnst mér, allavega að skoða það mjög ítarlega. En það sem mér kannski langar að ræða mest og það sem kannski svolítið heitt hjá mér, það í rauninni vandamálið sem skapaðist í haust og innritanir, eða bara innritanir leikskóla almennt. Og ég ætla að byrja aðeins að tala Bæjarfulltrúi Dagbjört kom inn á áðan að árið 2017 voru 211 börn fædd, 50 fara á leikskóla og hámarkspláss hjá dagmömmur 130 og þá sitja eftir 18 börn, ef ég skil það rétt, plús þau börn sem eiga eftir að flytja í bæinn. Ég veit að það ekkert allir sem munu þiggja plássin og margir velja sér einhverja aðra leiðir og eru ekki nýta sér dagmömmuna eða leikskóla eða fara á bænum eða hvað sem þannig að þetta kannski pínu hátala og gæti breyst en mér finnst þetta bara alvarlegt. Mér finnst bara alvarlegt að nú þegar vitum við að mögulega eru fleiri börn sem þurfa pláss en til og þessu eigum við bara að bregðast við strax og ég að sjá þessar tölur í þessar ræðu í fyrsta skipti.
já, þannig að þú veist, mér finnst bara að við eigum við vitum þetta núna, að við eigum bara að bregðast við. En ég get ekki rætt þessi mál án þess að ræða mína persónulega upplifun sem hefur vægast sagt ekki verið góð að hálfu innritunarkerfi leikskólan Akureyrar. Ég er ein af þeim sem fékk ekkert pláss hvorki hjá dagmömmu né leikskóla síðastliðið haust og dóttir mín þá orðin 18 mánaða. Ég fékk ekki pláss hvergi hvorki á leikskóla í dagmömmu fyrir en hún var orðin 22 mánaða gömul. Tæp 2 ára. Og þetta hafði vægast sagt streitu áhrif fyrir mig og mína litlu fjölskyldu og það sem ég hef upplifað í þessu ferli, það er að innritunarreglurnar, þær eru ekki nægilega skýrar. Hvorki sem foreldri, fyrir mig sem foreldra að skilja, né sem bæjarfulltrúi. Og það eru reglur, en svo eru nokkur óskráða reglur sem að koma allt inn og maður skilur ekki, ég hef allavega ekki fundið neitt þessar óskráða reglur. Og ég er einhvern veginn búin að lenda í öllum glöfum í kerfinu sem að hægt er að lendi og ég held að þetta sé einhvern veginn alheimurinn að kenna mér að segja mér hvað er að til þess að ég geti reynt að hafa áhrif á það. Út af, það var bæjarfulltrúi Guðmundur sagði einu sinni við mig að það kæmi eldingar þá ætti ég ekki að fara út út af að ég myndi sennilega verða fyrir þeim. En já, mín skoðun er allan sú að það er aldrei verið þannig að foreldrar standi upp úrráðalausir og við þurfum að hafa meira val og meiri sveigjanleika. Og síðasta haust, ef ég man rétt, þá voru 4 börn útistandandi, það er með ekkert pláss, hvorki dagmömmu né leikskóla. Og þarna fannst mér, og þarna voru börn sem voru óska eftir og vildu komast að og foreldrar þurftu að fara að vinna eða þurftu einhvern veginn að koma börnunum sínum einhvers staðar fyrir. Og því miður er það ekki þannig að ömmur og afar endalaust að passa í dag, það er bara nóg annað að gera. En þarna allavega fannst mér Akureyrarbær hefði átt að bara einhvern veginn koma inn í þessi 4 börn og finna lausn, aðstoða allavega við að finna lausn, hvort sem væri sjálfa að tala við dagmömmur eða þú veist, einhvern veginn að reyna að leysa úr þessu, þetta voru ekki það margir og alveg eins og gerðist bara í vetur, það var dagmamma sem hætti og börnum voru bara komið fyrir hjá dagmömmu, þannig að í rauninni þegar það var búið að segja við mig að væri fullt hjá dagmömmu, þá allt í einu var börnum sem voru hjá dagmömmu komin í leikskóla. Og og ég segi bara, hver er munurinn á tilviki þar sem hún stendur upp með ekkert án þess að hafa eitthvað áður eða standur upp með ekkert úrræði þegar þú hefur þegar haft eitthvað? Hver er munurinn á kúk og skít, fyrirgefið, ég verða að nota þetta orð bara. Og förum aðeins yfir þetta. Innritunarreglur, ég ætla bara að fara aðeins yfir innritunarreglunar. Og fyrsta regla. Börn eru innrituð í hvern leikskóla eftir kennitölum, það er eftir aldri. Gott og blessa. En hvað með þegar dagmamma lætur á störfum eins og til dæmis gerðist í vetur? Þetta er hvergi í reglunum, að þau fara fram fyrir. Nema þetta er undir einhverju óskráðum vinnureglum ef ég skildi rétt svörin sem ég fekk þegar ég spurði út í þetta. Sem að, Já, og svo er regla nr. 2, þá má gera undantekningu varðandi systkini til að tryggja yngra barn skólavist í sama skóla og eldra barn. Ég til dæmis ítrekað spurt að því, hvað nær þetta langt? Ef til dæmis ég er með barn sem er 18 mánaða og það sækir barn sem er 1 árs og fer það þá fram yfir þessa 4 mánuði út af það með systkini. Hvað nær systkina forgangurinn langt aftur í tíman? Ég hef ekki ennþá fengið svör við þessu, ég er alltaf að spyrja þessu. Og svo var það forsendur eru að eldra systkini eigi að minnsta kosti 6 mánuði af skólagöngu sinni, já það er forsendur forgangurinn og flott, þetta er skýrt. Foreldrar fá tilboð innritun barns á því ári sem það er 2 ára, sveigjanlegt. Aðalinnritun í leikskóla fer fram á vorin en börn hefja leikskólagöngu sína að voru eða hausti. Bara fínt, reynt að mæta óskum foreldra eftir þeirra óska eftir innritun í ákveðna leikskóla, vakin athygli á því að við innritun leikskóla getur þurft að taka tillit til þess aldursviðmiðs og tíma sem lausir á hverjum leikskóla. Fræðslusvið getur hafnað beiðni ákveðna leikskóla vegna sérstakra aðstæðna skólans. Ekki til þessu, en þetta er alltaf sumt.
Og inn í þessum reglum, eins og ég sagði áðan, eru óskráður vinnureglur sem skilur foreldra og stundum bæjarfulltrúa eftir sem spurningmerki. Eða bara, já, sem spurningmerki. Þannig að, og bara til dæmis eins og ég nefndi hérna áðan, þú veist, bara dagmamma hættir á störfur, þá fara börn fram yfir. Ég er alveg sammála því, þú veist, ég er alveg sammála því að það eigi að vera þannig að þegar þú ert komin inn til dagmamma og þér sé ekki skilja eftir út á götunum með börnin þín, eða þurfir að hætta að vinna eða finna einhver aðra lausnir. Alveg sem ég er sammála því að ef þú þarft að fara út á vinnumarkaðinn eða báðir foreldrarnir að vinna og þú vilt og þarft að fá pláss, að þá heldur ekki að skilja það eftir í óvissinu með það. Mér finnst bara að það er sama gilda. Já, og eins bara líka með, svo er skilið eftir haustin pláss fyrir börn sem mögulega flytja í bæinn. Þetta heldur hvergi í reglunum. Og ég bara spyr, ég skil þetta alveg, en er þetta sanngjarnt að ég sem bý í bænum eða Jón sem býr í bænum, að hann þurfa að bíða út að mögulega er einhver komið flytja í bæinn? Mér finnst þetta einhvern veginn, hver á forganginn? Ég er ekkert endilega með svari, en mér finnst alltaf að veltum upp þessari spurningu. Og það er örugglega eitthvað fleira sem að, ég hef allavega heyrt af og spurt aðeins út í, en þetta er allavega það sem að mér fannst svona ég þurfa að nefna. Og mín skoðun er bara svo að innritunarferlið, það þarf bara að vera miklu skýrara og það á að vera rafrænt, og ég myndi vilja hafa það þannig, og ég hef talað fyrir því, ég myndi vilja sjá það þannig að foreldrar geta farið á netið í stað þess að hringja 10 sinnum upp í skóladeild, þá bara geta farið á netið, skráðin kennitölu barnsins síns og sjá, heyrðu, já, ég er nú með 5 í röðinni, þarna þessu leikskóla, ég er nú með þetta þarna leikskóla, og þar á að vera þá skýrt, hverja reglurnar eru, og ef barn fer fram fyrir aftur þá bara fá upplýsingar það. Í allri tækni sem er til í dag, þá hlýtur að vera hægt að setja svona kerfi upp. Og þetta hlýtur líka að vera minni vinna fyrir bara skóladeildina. Hvað er það að taka á móti mörgum símtölum frá foreldrum til að spyrja, er eitthvað frétt af leikskólaplássum? Númer hverju í röðinni? Veistu eitthvað meira? Ég hringdi allavega, já, ég hef ekki tölu á því, að hafa það oft. Þannig að mér finnst bara að þetta á að vera skýrara og skiljanlegra punktur. Og ég oft þegar ég rætt þessu umræðu þá hef ég heyrt, börnin er ekkert ábyrgð bæjarins. Auðvitað eru þau ekki ábyrgð bæjarins. Auðvitað eru börnin á ábyrgð foreldra, og ég held að allir foreldrar gera sér fullkomlega grein fyrir því hvað þeir eru að fara út í, eða oftast nær allavega. En þetta er í rauninni orðin grunnþjónusta í samfélögum, þó að þetta sé ekki lögbundin þjónusta, að þá er enginn sem vill búa í samfélagi þar sem er ekki leikskólapláss eða dagmömmupláss í dag. Þannig að það að segja þetta sé ekki lögbundin þjónusta, ég bara kasta því burt. Og þetta er líka það sem fólk horfir á þegar það flytur í bæinn, hvernig er að komast í leikskóla og hvernig er, þannig að nú er mikið búið að ræða hérna um skóla og mér fannst ég bara varða að tala um þetta. Og svo er annað sem ég langar að tala um varðandi sveigjanleika innan bara leikskólans og kannski dagmömmukerfis líka. Mér finnst til dæmis að þú bara ákveður að vera með barnið, þú þarft bara að vera með barnið frá 8-2, en svo kemur kannski svona upp dæmi þar sem að óvart kemur fundur, læknistími, eitthvað eftir kl. 2, þá finnst mér að við eigum að geta gert það þannig að bara óska eftir, já, heyrðu, þar er ég í vandræðum, getur barnið mitt verið klukkutíma lengur og bara borga fyrir það. Í staðinn fyrir að kerfið er í rauninni letjandi til þess að hafa, og þú veist tala um að vera 90 eða 98% eða allavega tæp 100% fólk var að nýta sér fulla pössun. Kerfið er letjandi út af því að það er ekkert svigrúm til þess að vera bara með barnið styttra út, ef eitthvað kemur upp þá ertu bara í vandræðum. Mér finnst bara að við eigum að geta sem foreldrar þá keypt auka klukkutíma eða óska eftir, þú getur það, þá ertu bara að borga fyrir heilan mánuð, sem heldur kannski ekki alveg sanngjarnt. Og þannig að mér finnst að við þurfum að skoða það að gera leikskóla kerfið að sveigjanlegra fyrir foreldra. Við erum bara einhvern veginn svolítið römmuð inn. Ég er ekki alveg að fíla það.
Og svo finnst mér líka bara ef foreldrar vilja kjósa það að vera heima, setja barnið ekki á dagmömmu eða vera lengur heima, við getum alveg sett eitthvað þak á það eða hvernig sem það að hjálpa þá fjárhagslega með til dæmis heimgreiðslum. Og það, við erum líka að tala það að það sé besta fyrir börnin að vera hjá foreldrum og við erum auðvitað alltaf að hugsa börnin. Þannig að ef við getum gert það á einhvern hátt, þá myndi ég gjarnan vilja skoða það. Og ég myndi þá vilja skilyrða það við þá báða foreldra. Að við þyrftum eins og bara gert hjá, eða allavega skoða það, eins og gert til dæmis bara með fæðingarorlofi. Mér finnst við geta gert miklu betur og við eigum að gera miklu betur. Og það bara áframhaldandi verkefni fyrir næstu bæjarstjórn. Ég hef áhyggjur, eins og komið fram áður, að auknum kvíða og þunglyndi innan skólans. Og mér finnst við erum kannski ekki alltaf að skapa rými fyrir gæðastundir og við getum gert það til dæmis með hvorki við, bara jafnvel foreldrar, við getum gert það til dæmis með frístundin ef við myndum gera hana betri, þá myndum við ekkert að skuttla eftir klukkan 4 og það svona, og til dæmis bara með aukinn sveigjanleika í skólum, leikskólum, en þessi umræða náttúrulega miklu stærri en það sem rætt kannski hér í dag. En það allavega eftir mína upplifun þá stendur mjög hátt uppi hjá mér að við þurfum að endurskoða innritunarkerfi hjá leikskólanum. En ég þakka annars góðar umræður. Takk fyrir mig. Bæjarfulltrúi Silja Dögg vil útli máli sínu. Þá tekur til máls bæjarfulltrúi Preben Jó. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég verð nú að fá að taka þátt í umræðan skólamál undir svona þokkalegu jafnvægi. Takk fyrir umræðuna og takk fyrir þá vinnu sem unnin í skólanum. Ég veit að það eru fullt af fagfólki og allir að gera vel og vilja allir gera vel og allir vinna vel. Og það þarf engan, það getur hvaða kjáni sem rifið niður, skólastarf eða rifið niður og gagnrýnt. Og ætla ég svo sem ekki að fara að gera þannig sérstaklega. En þegar það kemur á skólamálum þá verður það alveg frábær málaflokkur því að maður fer alltaf út víðan völl. Þess að við erum búin að fara út allt og það er engin takmörk fyrir því hvert maður getur farið. Allan ekki hausinn á mér. Ég vona sannarlega að menn ná einhverju sáttum í kjarasamningu kennara þannig að við getum svona farið að vinna raunverulega að þeim málum sem við viljum vinna að. Það er raun og veru töluvert kergja í skólakerfinu. Við hittum mikið af sérfræðingum í skólamálum og síðast var bara mjög skemmtilegur þáttur í sjónvarpinu sem voru rædd skólamál og ekki eru allir sammála aðferðir. En við verðum að ná allan einhverju lendingu svo við getum haldið áfram. Ég velti fyrir mig þess komin kjaramál, mér finnst svolítið einkennilegt að ungir kennarar sem nýju útskrifaðir skulu vera með miklu meiri skólaskyldu heldur en reynslumikil kennari. Þessi ungur kennari þarf að bæði undirbúa sig mikið og jafnvel með kvíða fyrir verkefninu oft á tíðum heimili og skóli og takast á við nýjar áskoranir. Hann ætti að mínu mati ekki að vera með hugsanlega 20 tíma í kennsluskyldu. Töluvert minna heldur en þú búin að ná fullur tökum á þessu. Ég að tala út frá mínu skoðun. Ég hef ekkert sérstaklega mikið vitað, ég get alveg viðurkennt það. En þegar við tölum kennara og kennaranámi þá hef ég lengi gert það hugmynd að sveitarstjórnarstigið taki yfir kennaranámið. Það getur verið að ríkt í einhverju stöðum þegar maður talar þetta. En að við þurfum að útskrifa kennara sem við þurfum inn í skólana hverju sinni. Að hver og einn nemandi hann þarf að sækja að fara í nám
í kennara inn í skólanum. Brekkuskóli til dæmis sækir hann óskar eftir að fá nema, fær nema til sín og þau byrja sem skólaliðarinni eða aðstofakennari eða hvað álíka og eftir hálft ár fer hann upp í háskóla og þá kom annar ársnemendur inn í skólan aftur sem eru búin að vera upp í háskóla þá í 1 ár. Svo eftir 2 ár þá bara tekið stöðupróf, stöðumat. Þú raunverulega þá kennari sem okkur vantar? Vilt þú verða kennari? Þetta eitthvað fyrir þig eða ertu ekki kennara efni? Þarna getum við borgað þennan hluta, hugsanlega með einhverju samvinnu við ríkið og reynda að auka eftirspurn eftir kennaranámi. Því að þessir nemendur eftir 2 ár, þeir skulda ekkert í námslán. Það er ekki hvati til að halda áfram námi að þú skuldar eitthvað í námslán. Kannski getur bara að vera ágætt, finnur þetta er ekki hægt. Ég myndi alveg að vilja sjá að menn fari að hugsa svolítið bóks hvað þetta verður hægt, því að mér stundum vantað tengingun á milli háskóla umhverfisins og kannski raunverulega það sem þörfin er. Aftur ég heldur ekki sérfræðingur þessu við, en leyfir mér samt að fara út við að vel. Nú þegar við erum að horfa á skólastarfið og skólaskilduna, við talaðum það áður hérna inni að mér finnst skólaskylda eiga að vera til 18 ára aldurs og krakkar eiga að vera búin að útskrifast með stúdentspróf 18 ára gömul áður en verða sjálfráða. Það er bara skylda okkar að við klárum stúdentsprófi áður en verða sjálfráða. Ekki á miðju skólaári þar sem þú allt í einu getur flosnað upp og allt í einu losnar taumana og þá ertu kannski 1 ár, 2 ár eftir hvernig það er. Við erum að horfa á skólastarfið, við erum að horfa á leikskólana þar sem börnin eru úti, reynda að hafa þeim úti eins mikið og hægt er, út að leika sér, svo koma þeir inn í grunnskólan og þá er bara sitja niðri, það er gríðarlega stökk hérna á milli, þá er bara að sitja inn og fá ekki nema 5 mínútur, eða örstutt og 5 mínútur á milli. Nú, svo fara það upp í framhaldsskóla og þá skulum við heldur betur sitja enn fastar og þau með ekki koma seint, með ekki fá frí, með jafnvel að hætta á rekinu skólanum. Svo farið í háskóla, þá þurfa ekki að mæta mér. Það er svona, bara þú getur tekið í fjarnámi, þú getur mættið þetta eftir hug. Þannig að það er svona svolítið vanta upp á samfélaginu þarna. Ég er hlynntur fjölbreyttur rekstrarform í skólum. Bara að segja það hreint út. Það er til á alls konar hátt. Ég held að fjölbreyttur rekstrarform í skólum geti gert samfélagi mörgulegt skemmtilegra. En það þarf sannarlega að vera fyrir alla. Nú, við erum að gera vel fjárhagslega í skólum, þó við hefum ekki komið eitthvað gagnrýni inn á með skólan á þetta, ef við berum okkur saman við önnur ríki. Ég veit að Hollendingar sem eru með mjög fjölbreytt rekstrarform, og ég vil ekki segja að við myndum að fara alveg þangað, þeir borga ykkur 8.500 evrur með hverju nemandi sem er yfir 12 ára, 7.900 fyrir nemandi sem er undir 12 ára aldri, sem er eftir 1 milljón á nemanda á eldri stigum. Við erum að borga, ef við tökum bara rekstrarreikning Brekkuskóla, við erum að borga 1,5 milljón. Þegar við erum meira fjármagn sem við erum að setja inn í kennsluna. En ég hef þá trú að börnunum líði betur hér. Það er auðvitað meira frjálslega, þannig að ég fullir það. Og þó ég hef verið með eitthvað dramatísku ræðu áðan, þá held ég að við séum klárlega á réttri leið með að vinna í þessum málum og hefur mikið verið gert. Nú, ég þreytist ekki á því að tala hrókeringu stjórnanda, að stjórnendur og stjórnendur skólastofnana eiga hrókera eftir ákveðin árafjölda. Ég held að sem stjórnandi, að þú kemur hlutunum ekki verk eða gerir ekki hlutin á fyrstu 5-7 árunum, þá myndu einfaldlega ekki gera það. En þú getur klárlega, eftir 5-7 ára ertu búin að láta að það gott að þið leiða, að þú getur skilja eftir þig, það er miklu hluti að þú getur tilbúin að taka þetta á við næsta starf og annar aðili getur komið inn. Það er ekkert að hverfa úr samfélaginu. Þetta er hrókeri skólastjórnuna innan skóla á Akureyri. Þetta styrkir stjórnendur. Ég er ekki vafa. Nú, við tölum oft lesskilning
hvort að börn geti lært þetta og hvort þessi tilbúin að takast á við hinn og þessa hluti þegar þeir eru í grunnskóla, að verkefni séu erfið. Það samt alveg eitt sem kannski svolítið merkilegt að þó að einhverja tölur sýni að drengir og jafnvel börn sem hafi ekki lesskilning eða lesfærni þegar þeir koma út í samfélagi, þá tekst þeim samt að takast á við bílprófið. Það ná allir bílprófinu. Af því að þeir hafa áhuga á því. Þau náðu því kannski ekki í fyrsta, af því að þau reyndu að fara í gegn það eins og þau gerðu kannski í 8. og 9. bekk. Nei, það aðeins að breyta taktík. Þau ná öll bílprófin nærri undantekningarlaust. Þar þarf lesskilning. Ég skil ekki nema bara brota þessu spurningu sem betur fyrir þurfti ég bara benda á grunnfyrirmerki, því það var breytt fljótlega eftir. En þarna sýnir bara glöggt að það algjörlega hægt að fara í gegnum námsefnið ef þú hefur áhuga á því. Þá þurfum bara að kveikja hann. Nú, smíðakennslur og annað, við erum svo rættinir okkar hóps ýmsar leiðir í þessu og ég velti oft fyrir mér eins og með smíðakennslu. Þegar sem mann nokkur að tala hefur búin að pússa einhverja 2-3 smjörhnífa í allan við veturinn, þá er þetta ágætt sko. Við erum að kaupa húsgögn í skólana fyrir 20 milljóna. Af hverju erum við ekki að leyfa börnunum að gera við húsgögnin? Af hverju fær barnið ekki að gera við stólinn og gera við borðið? Og það bara kennt í smíðakennslunni? Og svo bara situr það við borðið og situr við stólinn sem það gerði við. Má kannski ekki. En það hlýtur að vera hægt að finna leiðir í því. Við getum nýtt námið á marga vegu. Nú, að börnin taki við, ég endur á því að börn á fyrstu stigum, fyrsta, öðrum, 3. og 4. bekk, þau eiga náttúrulega bara að læra að lesa, skrifa og reikna. Og þau ná góðu tökum á þeim viðfangsefnum. Og svo eins og ég kom inn á áðan, eftir það og á þessu tíma á þeim að líða vel. Þau hlakka til að fara í skólan og þau eiga að fá tækifæri til að nýta hæfileika sína á þeim sviðum sem þau langa til. Mér er nokk sama hvort þau vita hvort að höfuðborg Eþíópíu heiti Addis Ababa eða ekki, sko, eða hvar hún sé stödd. En líði vel og hafi grunnfærni takast á í samfélagi. Það var nógan tíma til að læra landafræði. Þó ég er ekki að segja að við höfum hægt að læra landafræði. En ég vil þakka fyrir góðar umræður og óska ykkur alls hins besta í þeim áskorunum sem eru framundan eru. Og ef þið gerir þetta ekki almennilega, kem ég aftur. Bæjarfulltrúi Preben Jón hefur lokið máli sínu. Þá ætla ég að biðja aldursforsetann Baldvin Valdimarsson, bæjarfulltrúa, að koma hér og leysa mig af. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason tekur til máls. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég byrja á að þakka bæjarfulltrúa Dagbjörtu fyrir hennar innlegg hér í dag og ykkur öllum fyrir þá umræðu sem hér er farið fram. Mér langar til að koma aðeins inn í þessu umræðu og það eru kannski aðeins á annan hátt en samt og svipaðan hátt og margir aðrir og ég vil byrja að þakka Preben fyrir að deila reynslu sinni hérna með okkur. Við tókum oft heilmiklar umræður skólamál þegar hann var formaður skólanefndar og ég fræðslustjóri á sínu tíma. Og Preben skortir aldrei hugmyndirnar og fyrir yfirleitt þannig út fyrir kassan að maður stendur bara gapir á eftir. En það er oft gott. Það er hollt að taka slíkar umræður. Það er bara fínt. Ég er hins vegar ekkert endilega viss að þessi pæling að taka háskólanámi yfir til sveitarfélagana sé endilega skynsamlegt. Ég vil benda á það að það er verið að vinna að breytingum á kennaranáminu þannig að nemendur kennaranemar verði meira út í skólunum undir handleiðslu og stjórn
kennara þar sem að hafa þá fengið sérstaka menntun á því sviði. Og ég held að það sé strax stórt og gott skref og það má alveg hugsa sér það að þessir kennaranemar komi inn í skólana og fái þar greitt svipað og stuðningsfulltrúar fyrir. Ef þeir eru það lengi að þeir geti verið hluti af því sem þarna fer fram. Og mér finnst það bara mjög umhugsunar að vera til og getur alveg komið í stað stuðningsfulltrúar. Okkur verður líka oft tíðrætt það að það vanti peninga inn í skólakerfið. Og það er búið að ræða það hérna hvort sem er rétt hlutfall af tekjum inn í skólanum eða ekki. Þegar við erum að skoða í ársreikningi að það sé 48% eitt árið og 45% hitt árið, þá erum líka að horfa til þess að þarna er leik- og grunnskólinn og frístundin inni. Og grunnskólinn er þarna með einhver tæp 30% af þessum 45 og leikskólinn restina. Og í raun og veru þá hefur kostnaðaraukningin verið kannski hvað mest í gegnum leikskólan á síðustu 10-15 árum vegna þess að við hefum verið að fjölga rýmum. Og eins og bæjarfulltrúi Dagbjört kom hérna inn á að leikskólarnir eru í dag einsetnir sem voru tvísetnir hér á árum áður. Og við þurfum þess vegna miklu meira húsnæði og vegna lengingar á vistun barna í leikskólum að þá hefur að sjálfsögðu starfsmönnum fjölga líka þar og vegna þess að við höfum tekið yngri börn inn. Ég ætla aðeins að halda mig við grunnskólan aðeins til að byrja með. Það er alveg hárrétt að það er heilmikið sem við þurfum að takast á við í grunnskólakerfinu. En er endilega víst að peningar einir og sér geri eitthvað? Það held ég ekki. Ég held að reynsla sýna það. Og mér langar til að bara benda á nokkur atriði í þessu sambandi. Og við þurfum kannski að fara að hugsa þessa hluti pínulítið upp og nýtt. Þegar maður horfir á stöðu skólamála og þróun til dæmis frá 1998, þá kemur í ljós að stöðugildum í stjórnun, og nú er ég að tala um allt Ísland, hefur fjölgað 171 eða 54%. Samt hefur skólastjórum fækkað heilmikið. Grunnskólakennurum og leiðbeinendum hefur fjölgað 686 eða 23%. Sérkennurum hefur fjölgað 248 eða 134%. Skólasálfræðingum og námsráðgjöfum hefur fjölgað 63 eða 225% og það er bara í ljósi þess að það hefur fjölgað aðalega námsráðgjöfum þarna inni. Þroskaþjálfum hefur fjölgað 150 eða 577% og stuðnings- og uppeldisfulltrúum, ómenntuðu starfsmönnunum þarna inni, hefur fjölgað í stöðugildum 602 eða 363%. Og síðan koma skólaritar og tölvuumsjón sem hefur fjölgað, hins vegar húsverðum fækkað mikið. Ég bara tek hérna nokkra tölur. Ok, hvað hefur þá gerst á móti? Á þessum tíma hefur nemendum fjölgað 2000, en stöðugildunum hins vegar 2400. Þetta er inn í grunnskólanum. Við erum semst búin að vera að setja inn verulega aukningu stöðugilda inn í skólanum. Þetta er ekki bara þannig að þessi fjölga stöðugilda, ekki bara nefnt sem dæmi. Við kjarasamningunum 2004 þá er kennsluskylda kennara almennt lækkuð úr 28 tímum í 26. Það þýddi 20 stöðugilda aukningu hérna á Akureyri. Þannig að við erum líka að taka þetta þannig að við erum að minnka vinnu til að draga úr álagi á fólk, kennarana sjálfa. Og þegar ég byrjaði að kenna hérna í var leiðbeinandi í Glerárskóla 1978, þá voru barnaskólakennara, þá var þessu skipt upp í barnaskólakennara og unglingakennara. Það voru barnaskólakennara minni með 32 tíma í kennsluskyldu og við með, ef ég man rétt, 28, frekar en 29. Af því að við vorum unglingastígi, það var talið erfiðar að kenna unglingastígi. Og þá var skólinn tvísetinn þar að ekki. Þannig að það var orðið gríðarlega breytingar og við þurfum eitthvað að velta því fyrir okkur. Hvað er það sem gerir það verkum
að við stöndum frammi fyrir því verkefni að kennarar telja sig almennt vera margir að brenna út fyrir undir gríðarlegu álagi og það einhvern veginn þessi tilfinning að hlutirnir sé ekki að ganga upp. Og nú ætla ég líka nefnilega að fullyrða það, og ég ætla bara að fullyrða að agi skólinn, hann hefur á mörguleiti stórbatnað. Hins vegar eitt sem við þurfum að athuga, það eru hins vegar einstaka tilvik inn í hverjum skóla sem eru margfalt þyngri og erfiðari heldur en voru hér á árum áður. Það skal ég viðurkenna. Kannski það þau sem að valda þessum titringi. En ég ætla ekki að gera lítið úr þessari tilfinningu og málið það að á síðasta ári, eða þar síðasta ári, var gerði kjarasamningur kennara og þar var gerð sérstök bókun, svo kallað bókun 1 og það var farið í þá vinnu allstaðar á landinu, í öllum sveitarfélögum, að greina starfsaðstæður kennara. Það var unnin upp úr því ákveðin aðgerða áætlun sem átti að leiða til þess út frá samtölu við kennara og tillögum kennara og stjórnenda að draga úr þessu álagi og bæta starfsaðstæðurnar. Mér fannst reyndar aðeins bara skrítið að það skyldi ekki vera komið inn á það hvar við erum stödd í þessari vinnu í þeirri stefnuræðu sem var flutt hérna á. Og þar að auki, þá erum við líka stödd þar í dag að kjarasamninga við kennara eru lausir, sem að veldur líka á vissan hátt álagi og óánægju vegna þess að fólk óánægt. Fólk verður óánægt, það lítur þannig á að það njóti þeirra virðingar að það sé hægt að semja við það. Ég ekki að segja að það sé einfalt og ég veit að menn sitja yfir og það nýbúið að fella samning sem var samþykktur og það ákvörðun líka sem að kennara bara ákvað að gera og þá bara stendur málið þannig við þurfum einhvern veginn að leysa svona mál, vinna okkur út úr þessu. Við þurfum að, það þarf að verða til virðing fyrir þessari stétt, en því miður þá málið líka þannig vaxið og ég hef stundum sagt það að þegar að menn að tala það að það sé ekki nógu margir sem sæki kennaranámið og kennaranámið sé orðið á langt og launin ekki nógu há og þarfandi göttum. Og starfið hefði breyst, jú, það örugglega allt þetta. En við verum að gæta þess líka hvernig við tölum þetta starf, bæði leik- og grunnskólakennarastarfið. Ef við erum endalaust að tala störfin niður, þá hefur enginn áhuga á því að fara inn í starf sem endar bara með ósköpum fyrir mig persónulega. Það bara hlýtur að vera þannig. Þannig að við þurfum með einhverjum hætti að fara að taka kennarastarfið upp og auka virðingu fyrir starfinu með einum öðrum hætti og það gerum við ekki nema í gegnum það að breyta viðhorfun til þess hvernig við horfum á skólann. Og þegar við erum að tala það að við viljum auka fjármagnin þá verðum við líka að segja, ok, til hvers setjum við peningana inn? Í þessum tölum sem ég nefndi hérna, þá langmesta fjölgunin verið í störfum stuðningsfulltrúa á landinu öllu og það alveg eins hér. Það ekki vegna þess að sveitastjórnirnar hafa ákveðið það að fjölga stuðningsfulltrúum. Ég veit að það hér. Þú fær peningin í skólan og það þú sjálfur og það skólinn sjálfur sem tekur ákvörðun það hvort að ræði stuðningsfulltrúa eða kennara. Þá verða menn líka að skoða það af hverju þið gera það. Það getur verið réttlætanlegt í ákveðnum tilvikum en fjarrið í öllum. Og ég hef notið þess heiðurs að fá að taka þátt í mati og skólastarfi á nokkrum stöðum á landinu og ég hef setið inn í kennslustofum og fylgst með. Einu sinni satt ég inn í bekk 16 barna sem var með 1 kennara og 3 stuðningsfulltrúa. 2 stuðningsfulltrúarnir voru algjörlega óvirkir allan tíma sem ég satt þarna inni. Og ég veldi fyrir mér, hvað voru þeir að gera? Til hvers? Jú, þeir áttu að styðja við einhverja nemendur en það var einhvern veginn engin verkstjórn á hlutunum.
Og þá getur einhverju sagt, er þetta ekki bara einstakt tilvik? Nei, því miður. Ég hef búin að sjá þetta annar staðar og allt og oft. Og þetta er eitthvað sem við þurfum að velta fyrir okkur. Hvað erum við að gera til að bæta starfsaðstæður kennara og barnana í skólanum? Og mér langar í þessu sambandi að nefna bara nokkra hluti. Mér finnst eðlilegt að kennara séu oft undir álagi og stressi vegna þess að þeir kannski upplifa það að það sé verið að gera óraunhæfa kröfur til þeirra mörgu leyti. Kannski vegna þess að við erum að upplifum mjög hraðar breytingar í samfélaginu. Það er verið að gera kröfur á að þeir geri þetta og geri hitt og þá veltum maður því fyrir sér, ok, þeir eru fagmenn og þeir eru sem fagmenn náttúrulega bara átt að sjá hlutunum og bara gera hlutinu, þeir eru lærðir, hafa lært til verka, en það er bara ekki þannig. Ég hef heyrt hlut á okkur hérna að sitja á spjalli og ræða til dæmis 2-3 manna deildir hér innan ráðhússins sem að þyrfti að breyta starfsháttum í en það breytist bara ekki neitt. Er það eitthvað skrítið þó að 70-80 manna vinnustaður að það breytist hægt þar? Ef það gengur illa að breyta svona litla vinnustöð? Nei, það er það ekki. Og það er kannski það sem vantar inn í þetta kerfi, það vantar stuðning við kennarana sjálfa í starfi. Það var það sem lærdómssamfélagið gekk út á. Lærdómssamfélagið átti ekki að vera klúbbur stjórnenda sem styðja hver við annan. Lærdómssamfélagið átti að ná til allra í skólan. Það gekk út á að bæta stöðu nemenda og árangur nemenda. Grundvöllurinn í því eru skipulögð vinnubrögð, það eru ferlar. Það er það að allir starfsmenn skólans upplifi það sem kallað er samvirkni og samvirkni gengur út á það að ég stend aldrei einn gagnvart málunum í bekknum mínum, gagnvart nemendum mínum, allt sem gerist inn í skólanum, þar fæ ég stuðning. Ef eitthvað kemur upp, þá veit ég hvernig skólinn mun bregðast við. Ef einhverju nemanda gengur ekki eins og skildi, þá er brugðist við því. Og ef það gerist eins og var lýst hérna í upphafi þessar umræðu, þá er brugðist við. Það er gert eitthvað. Bara unni skipulega. Og það er unni skipulega að koma í veg fyrir svona hegðun. En þetta eru að mínu viti bara stóru málin sem við þurfum að fara að horfa til. Jú, við þurfum að setja meiri pening tímabundi inn í þetta kerfi til þess að takast á við það að styðja fólk í því sem það er að gera. Og málið er það að við erum alltaf ætlast til þess að kennara breyti starfsháttum sínum stórkostlega. Fara að vinna meira saman og í teymiskennslu og það er bara framtíðin, það er bara hreinlega þannig. En hafa þeir sem er að útskrifast úr kennaranáminu upplifað eða reynt á sjálfum sér slíka kennslahætti eða starfshætti? Nei. Það er bara ekki þannig. Það sem þú hefur ekki reynt, það átt þú bara erfitt með að tilengja þér. Þetta snýst allt reynslun og þjálfun. Það er eitt að hafa hugmyndir, það er annað að færa hugmyndirnar yfir í athöfn eða verk. Það er stóra vandamálið. Það er stóra verkefnið. Það er ekki einu sinni vandamál. Þannig að ég ætla að vona að lærdómssamfélags hugmyndin sem snýst akkurat það að styðja fólk í þessu ferli og á í raun og veru við allt sem við erum að fjalla um. Við erum að innleiða hérna kerfi sem heitir Lean, hugmyndafræði. Lean gengur út á að draga úr sóun. Hún gengur líka út á það að nýta ferla, búa til ferla, gera það ljóst hvað á að gera, hvenær og hvernig. Það er það sem máli snýst um. Það snýst ekkit síður en þetta í skólakerfi. Og það er það sem er stóra málið. Og það er nefnilega, ef við förum að hugsa þetta aðeins lengra. Hvað hefur breyst til dæmis síðan 2000?
Það er alveg klárt mál að 1999 þegar ég kem hérna til starfa þá eru 78% kennara með réttindi. Fljótlega upp á 2000 er þetta hlutfall komið upp í 100%. Það eru allir kennara með réttindi. Og þeim hefur fjölgað gríðarlega síðan 2000. Það heyrir bara til undantekninga eða mjög lágt hlutfall sem er ekki með leyfisbréf. Við erum með lengri skólagöngu barna í dag. Ef við skoðum til dæmis hérna barn sem er útskrifast grunnskóla 2002 versus 2012 og eftir það, þá eru þau börn sem er útskrifast 2012 búin að vera hátt í 2 árum lengur í skóla hvað tíman er talið. Bæði með fjölgun kennslustunda og fjölgun daga. Það er minni kennsluskylda á kennurum, það er fjölgun annarra starfsmanna og stóðstétta, bara verulega mikil. Það er betri aðstaða, búnaður, við höfum byggt skóla hér í Stórastíl, enda engir skólar tvísetnir í dag. Það eru konar skólamáltíðir, við erum með lengda viðveru eða frístund eins og við köllum hana sem við þurfum að fara að taka og breyta. Við erum með aukna fjölbreytni í námsefnisgerð. Kennara hafa valu meira námsefni heldur en á þessum tíma. Og við höfum meira aðgengi að meira á fjölbreyttar efni bara gegnum internetið. Við höfum öflugri sérfræðiþjónustu á marga lund, en hún snýr fyrst og fremst að greiningu af vandamálum barna og nemenda. Kennslufræðileg ráðgjöf er sára lítil, það sýna rannsóknir. Og það er akkurat það sem ég segi að vanti. Og við höfum fleiri sérúrræði. Við fjölgað sérúrræðin hérna á Akureyri verulega frá því árið 2000. Á sama tíma hefur árangur barnanna í skólanum farið niður á við og ef ég horfa á PISA þá ætla ég ekki að fara í samanburð við önnur lönd. Mér dettur það ekki í hug. Horfum bara á stöðuna okkar. Og ef að fara að tala um það að þetta sé kæruleysi barnanum að kenna og nemendana því bara nenni ekkert að taka þessi próf, þá hlýtur það bara að vera eins og búið að vera þannig allan tíman. Þannig ég ætla bara að segja, ok, það er bara kæruleysi öll ári. Samt sígum við niður á við. Og það var fleiri menntamálaráðherrar reynt að bregðast við og farið í metnaðarfullar aðgerðir eins og til dæmis varðandi læsi, því miður að þá gekk það nú ekki alveg eftir eins og menn ætluðu á sínu tíma, því miður. En það voru metnaðarfullar pælingar, það voru metnaðarfullar aðgerðir sem er samþykktu, ríkið í fyrsta skipti. Svo ég muni eftir ákvað að leggja til einhverju 100 milljóna inn í menntamálastofnun í ráðgjöf við kennara og skóla og stjórnendur. Sú ráðgjöf hefur því miður kannski ekki orðið sú sem hún átti að verða og menn ætluðu. En það var þó allan að metnaður. En á sama tíma á þetta og það er rétt sem bæjarfulltrúi Preben kom hérna inn á áðan, þá hefur líðan barna og unglinga í skólum, hún hefur batnað samkvæmt mælingu. En þá erum við að tala um meðaltal. Við erum áfram með hóp sem líður illa. Og einu sem líður illa er einum á mikið. En við þurfum að finna leiði til að koma vekk fyrir það. Það er gengið illa. Við erum þó með mjög lágt hlutfall barna sem lendir í einelti með það sem gerist almennt erlendis. En þetta eru stórmál og mjög alvarleg mál sem við getum aldrei horft þannig á að séu komin niður í eitthvað lágmark sem við sættum okkur við. Bara eitt tilvik og mikið. En viðhorf til skóla hefur batnað, samband nemenda og kennara hefur batnað og upplifun unglinga að vaga í tímum hefur batnað. Þannig, og þá segi ég á þessum tíma, ef þetta er hægt að bæta þetta, þá hljótum við geta bætt annað líka. Það er bara klárt. Við getum bætt annað. Við þurfum bara að gera réttu hlutina, horfa á niðurstöður rannsókna og velta því fyrir okkur hvað er það sem virkar.
Við erum ekki að gera það í nógu ríkum mæli, því miður. Við erum bara ekki að gera það. Við grípum eitthvað á lofti sem einhverja algilda lausn sem bara engin lausn. Við höfum allt oft gert þetta. Og ég ætla bara að benda á eitt lítið dæmi. Þegar maður tekur út sérkennslu stundir frá 2004 til 2016 á Íslandi, þá þeim fjölgað stöðugildum þar 697, bara í sérkennslu, miðað við þær upplýsingar sem liggja inni á Hagstofunni. Þegar maður reiknar þetta, og þetta eru stöðugildi stuðningsfulltrúa og sérkennara í bland, þannig að ég reiknaði þetta bara 6 milljónir króna hvert stöðugildi í dag, sem frekar lágtala miðað við kennara. Þannig að þetta eitthvað svona miðgildi. Þá þetta ríflega 4 milljarðar sem við sett til viðbótar inn í þetta kerfi á núvirði á þessu tímabili, og við verðum þá að velta því fyrir okkur, ok, hvað hefur breyst? Við verðum að fara að horfast í augu við það að það eitt að setja peningin, fjölga fólki, það hjálpar ekki. En það var komið inn á það hérna áðan að við þyrftum að færa kannski sálfræði þjónustuna inn í skólana. Já, við þurfum að gera það vegna þess að við vitum það bara að reglugerðin sérfræðiþjónustu skóla, hún gengur raun og veru út á það að sérfræðiþjónustan sé heildstæð, það sé horft ekki bara á barni sem vandamál, við séum að horfa á heildina. Við horfa umhverfi barnsins, þær aðstæður sem það er í og síðan barnið sjálft og vinna þannig. Og sérfræðiþjónustan á að ganga þannig út að allir sérfræðilega vinni saman. Það verður ekki gert nema skólasálfræðingarnir séu meira út í skólunum. Það getur vel verið þurfum að fjölga þeim á meðan við erum að ná ákveðnum tökum á ástandinu. Og ég held að það sé bara þannig. Vegna þess kannski líka að þegar að rætt við námsráðgjafa, til dæmis það í hvað starf þeirra fer helst, þá eru þeir að mjög miklu leyti að sinna því sem sálfræðingar ætti að sinna. Að taka við nemendum og hlusta á vandamál þeirra og vanda þeirra og vanlíðan og vinna með það. Það var aldrei hlutverk námsráðgjafana eins og það var hugsað. Bara aldrei. Þeir áttu að vera í allt öðrum fasa, snúa sér að því að aðstoða nemendur við val á ég veist ekki bara að segja framhaldsnámi og öðru slíkum þáttum, styðja þá í námi, en þeir eru kannski fyrst og fremst að sinna líðan. Og það bara ekki þeirra hlutverk. Þarna þurfum við að vinda ofana, líka með tilliti til þess að við viljum auka áherslu á list og starfsnám, vegna þess að við erum að fá allt og fáa nemendur inn á þær brautir inn í framhaldsskólanum. Þar þurfum við, námsráðgjafana, með okkur í vinnu. Það er klárt mál. Þá ætla ég aðeins að víkja að leikskólanum. Það er til ofboðslega einföld lausn á vanda bæjarfulltrúa Silju Daggars. Hún er svo einföld að hún blasir við. Börn fara bara inn í leikskóla þegar þeir eru 1 árs. Við höfum byggt hérna risahús, tekið inn stóra fjárhæðir inn í rekstur bæjarins á bara 1 ári þess vegna. Og okkur hefur tekist að höndla það. Þannig að gagnvart þessu með leikskólana, þá er bara lausnin sú. Við þurfum að hafa næg leikskólarými, taka börnin inn frá 1 árs aldri. Það er ekki hægt að bjóða barnafjölskyldum upp á þessa stöðu sem við erum að gera í dag, að geta ekki boðið bara pláss í leikskóla þegar fólk vil flytja hérna. Ef við ætlum að byggjast upp sín samfélag, þá verðum við bara að fara að takast á við þetta. Við gerum það í 2 hverfum á Akureyri. Við gerum það í Hrísey og við gerum það í Grímsey. Akureyri, jú, að þetta eru svo fá börn. Auðvitað kostar þetta. Ef við horfum á fjölda þeirra 1 árs barna sem ekki komist inn á síðasta ári, þá er þetta 185 börn.
Ef við ætlum að koma þeim öllum inn í leikskóla, þá kostar þetta einhvers staðar í kringu 300 milljónir í launum og ársgrundvelli. Þá verðum við bara að takast á við það. Þetta er spurningu forgangsröð. Við höfum nú gert annað eins. Ég er ekki að segja að verði einfalt að þetta er flókið verkefni að því leytinu til. Við þurfum dálítið mikið af starfsfólki. Við þurfum pláss. Við höfum pláss í skólunum. Við höfum möguleika að bjóða 5 ára börnum að fara í grunnskóla, ekki í leikskóla í grunnskóla, heldur bara í grunnskóla. Og við getum bara hreinlega byggt leikskóla, þá er kostnaður einsamlega orðin 350–400 milljónir á ári. Leysum þetta. Þetta er bara verkefni sem við erum að leysa. Við hefum ekki að þurfa að standa hér uppi sem bæjarfulltrúar og fara yfir duldar og óduldar reglur innritun barna í leikskóla. Þetta er bara liðin tíðin, bara tökum þetta. Málið er dautt. Í mínum huga þá er þetta þannig. Ég ræddi þetta oft þegar ég var fremstjóri að við þyrftum að stíga þessi skref. Nú erum komin í pólitík. Ég vil bara við stígum þessi skref. Eins og bæjarfulltrúi Eva kom inn á það. Við bara verðum að gera það. Við getum ekki lengur staðið í þessum sporum að segja kannski kemst barnið, kannski ekki. Við getum heldur ekki staðið í þeim sporum að segja með barnafólki, þið komið staðið hjá dagforeldri og síðan inn í leikskóla og síðan eitthvað. Ég meina, við erum bara, börn þurfa öryggi. Og þó að skólar séu menntastofnanir, þá hafa skólar, bæði leik- og grunnskóla, líka það hlutverk að foreldrar þeir setja börnin í skóla og ætlast til að börnin séu þar örugg og í öryggi. Þannig að hlutverk skólana er líka þetta gæslu hlutverk. Það er dulið. Við tölum ekkert endilega það. Sveigjanleiki þjónustu, sjálfsög. Við verðum að finna leiðir vegna þess að við erum að þjónusta fólk. Við erum með lifandi veru, við erum að takast á við það. Við erum ekki að fara bara inn í kassana. Þetta kostar allt. En þetta er ekki eitthvað sem við ráðum ekki við. Það er í algjörlega með á hreinu. Og það er alveg morgunljóst að það eru framundan heilmikil verkefni sem bíða okkar í skólamálunum. Það er verið að móta núna nýja skólastefnu. Því verkefni þarf að hraða, það er búið að taka allt og langan tíma. Nema að skólastefna sé svona rosalega góð sem var samþykkt 2005. En hún er það reyndar, ég segi það bara. En ég held að þurfi samt að endun í hana. Og það þarf að taka á mörgu í henni, en margt að henni er komið fram. Og það bíða okkar bara þessi verkefni, við þurfum að haska okkur í þau, við þurfum að leysa þau, við þurfum að styrkja skólana. Af því að var nefnt hérna þessi viðhorfskönnung akkvart leikskólunum, þá eru grunnskólarnir líka að koma illa út úr þessari könnun. Því miður. Þá erum við í næsta sæti þessi 19 sveitarfélögum. Munurinn er ekki eins mikill, en þetta lýsir viðhorfin til skólan okkar. Viðhorfin til skólana endurspeglast alltaf í því hvernig talað er skólana, hvernig við lítum á þá, og það gengur ekki að mínu viti að við séum í þeirri stöðu sem við erum þarna í dag. Hvort sem þetta snýra því að foreldrarnir sjálfir séu ánægðari eða bara bæjarbúar heilt yfir. Öll svona umræða, hún mótar líka hegðun okkar gagnvart þessum stofnunum. Og svo vil ég taka bara heilshugur undir með bæjarfulltrúa Preben. Við þurfum meiri fjölbreytni í rekstrarforminu hérna, og ég held að það sé bara hinu góða. Við rekum hérna til dæmis einkarekin leikskóla, Hjallastefnuna, bara í mjög góðri sátt, og gengið mjög vel. Ég held að það sé bara komið tíma á það að við þurfum að skoða fjölbreyttari leiðir í grunnskólarekstri. Ég held að það sé bara komið að því. Það er gott að stíga það skref. Ég ætla að láta það vera mín síðustu orð hérna í dag, en ég hvet okkur til verka. Þetta eru verkefni sem við þurfum öll að leysa saman. Takk.
Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu og beðið hann að skipa sæti forseta. Það er orðið laust. Þá ætla ég að gefa bæjarfulltrúa Dagbjörtu orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég líkt og flestir bæjarfulltrúar hér langar að þakka bæjarfulltrúi Preben kærlega fyrir þessa áhrifamiklu reynslusögu og það var bara dálítið mikið klökkt hjarta og það þarf mikið hugrekki til að fara upp og segja frá og ég bara þakka þér enn og aftur kærlega fyrir meta mikils. Miklar umræður, ég er mjög ánægð með, það eru bara mjög skapandi og fróðlegar og ég bara vil þakka fyrir það bara hérna strax í byrjun og það var eins og að þú hefur komið fram líka skautað á ansi mörgum málum, sumt sem hugleiðingar, annað kannski sem líka beina spurningar sem ég finnst bara vert að svara og varðandi til dæmis skólamötuneytin. Ég bara ætla að viðurkenna það að ég er bara ekki og við erum ekki alveg með á hreinu af hverju kerfið er svona eða hvað við getum gert. Það er pottþétt til lausn til að bæta kerfið og mér finnst bara algjörlega þörf á að skoða það ef þetta er reyndin og mér finnst bara að við verðum þá bara að fara í það að skoða það, hvernig við getum gert það. Algjörlega. Varðandi að koma eins, ég veit að það er kannski ekki að fara inn á samanburð, það hefur komið dálítið varðandi könnuna sem kom, en það er líka könnun sem kom, ef við horfum á til dæmis innan OECD, þá eru hér til dæmis 10 börn á hvert stöðugildi, á meðan að meðaltali innan OECD er meðaltali 16. Þannig að við erum að standa okkur á þeim efnum mjög vel. Og í raun og veru þá getum við líka sagt að þó svo að könnunin sem við því miður tókum ekki þátt í á vegum Gallup, að þá erum við með okkar eigin skólapúls eða Vogina og þar í raun og veru er ánægja foreldra hjá okkur 95% innan leikskóla. Þannig að við getum alveg tekið tölur, hvort sem er innan Gallup eða skólapúlsinn, viljum horfa á OECD, við getum borið ýmsar tölur saman og fengið örugglega jafnmargar niðurstöður. En mér langar samt að taka bara undir að með bæjarfulltrúa á Sóleyju með að ég tek undir það að hlutverk kennara með að ala upp börnin er orðið dálítið mikið og það er líka þessi pressa frá okkur foreldrum að við í raun og veru setjum pínu ábyrgðina yfir á og auðvitað er það álag sem að kennarar eiga ekki að taka að sér. Það er auðvitað okkar foreldra og auðvitað þurfum við að styrkja kennara og við þurfum að styrkja kerfi í kringu þá. Alveg svo bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom hér inn á. Við þurfum að styrkja kennarana með öllum þeim leiðum sem við getum, hvort sem það er fjármagn eða stuðning inn í skólana eða hvort sem það er skólaþróun eða líka bara þetta lærdóm samfélag og þannig ég tek undir það og það er alveg rétt. Ég hafði heyrt það að mikill hluti af kennara eða þess innan virk væru kennarar og mér finnst það bara pínu alvarlegt og mér finnst það mjög leiðilegt að heyra og auðvitað þarf að bregðast við því og það er bara spurning hvernig við ákveðum að fara í það og ég held að við séum smátt og smátt að gera það því að eins og líka hefur komið fram, þetta er ekki eitthvað sem við tökum og breytum á einni nóttu. Þetta er eitthvað sem við gerum hægt og rólega og smátt og auðvitað viljum við öll setja meiri peninga inn í kerfið. Ég tek líka undir það. Það væri mjög fínt og sérstaklega þar sem að eins og ég taldi hér upp að það eru miklu fjármuni núna sem að fara til dæmis í bara aukin kennsluúthlutun og sérkennsluþörf innan skólana. Og það er ekki bara innan skólana, þetta er líka innan leikskólana. Það er líka að koma aukin þörf. Við erum líka að fá flutningsbörn í bæinn af því við erum að veita þjónustuna.
Þannig að ég tek undir það að málaflokkurinn mætti auðvitað fá meira fjármagn, en þetta er líka alltaf spurningu forgangsröðun innan kerfisins, hvar við ætlum að setja peningin í og í hvað. Og var að því að það komi aðeins inn á nútímavæðinguna og varðandi það hvernig við í raun og veru ákveðum að ráðstafa fjármagninu núna. Við í raun og veru fórum í byrjun, ég fór bara inn á fund með skólastjórnendum og tók þar bara stöðunni hjá hverjum skóla fyrir sig og ég fekk eiginlega bara, mismunandi leiðir sem þau var að fara í sínum efnum. Þannig að við töldum það ekki vænlegt að við færum að setja einhverja miðstýringu þar inn með að segja bara við ætlum að hafa þetta svona. Það hefði ekki lagst vel í því að margir eru byrjaðir á einhverju ákveðni, þekkingu, sumir eru að fara af stað með iPada, sumir eru með Chromebook og allt þetta. Þannig að niðurstaðan var, og í raun og veru harmoneraði við þá bara skoðun bæði skólastjórnenda og kennara að fjármagninu yrði skipt núna samkvæmt barnafjölda í skólum. Og ástæðan fyrir því við settum ákveðna, ekki kannski annmarka, heldur ákveðið þannig að peningarnir væri að fara í þá hluti sem snéru að nútímavæðingunni. Þannig að það væri undir hverjum einum skóla hvernig hann ráðstafaði fjármagninu í raun og veru og bara með því að segja og auk annara, þá erum við að gefa líka pínu vítt. Þannig að kennarar og skólastjórnendur hafa frekar vítt til þess að geta ráðstafað sér fjármagni. Og það að ástæðan fyrir við vildum ekki fara að setja þetta niður fyrir 2019 og 2020 er að því að skólastefnan er í vinnslu og okkur var erfitt að fara að ákveða það núna, áður en skólastefnan kemur út, hvernig við ætlum að ráðstafa fjármagninu eða hvort við ætlum að setja ykkur stefnu almennt yfir, hvort sem að miðstýrt ekki í tæknimálum innan grunnskóla og leikskóla bæjarins. Tek líka undir með það að þegar við erum að fara í nýbyggingar eins og við erum að gera núna á Glerárskólareitnum, þetta þátttökulýðræði, auðvitað. Við eigum að fara inn í skólana, við eigum að taka í raun og veru þetta samtal og sem er búið að vera að eiga sér stað. Það er búið að fara inn í skólan og skólana til að sjá hvað vilja börnin, hvað vilja börnin, hvernig eru kennararnir, hver er þörfin, hvað sjáum við fyrir okkur þarna inni, bara sem við erum að gera með þarfagreiningunni. Og ég tek undir það að það á að vera þegar við förum í byggingar sem við ætlum okkur fyrir börn. Það eigum að taka börnin með í vinnuna. Því það eru líka þau sem eru notendurnir að þjónustunni. Og já, þannig sumir punktar hérna komnir. Já, varðandi það sem að bæjarfulltrúi Eva Hrund kom inn á, varðandi að vanta sýnina. Ég raun verið kom inn á það bara undir langtímaáætlun framtíðarsýni. Og þar eru náttúrulega aðalega byggingarnar en inn í aðra þætti kom ég samt inn á eins og við þurfum að halda þessu möguleika opnum að opna fleiri 5-ára-deildir. Og það var líka komið inn á að við þurfum að skoða það hvort við getum fara að jafna hlut dagforeldra og leikskólabarna. Það eru ýmsir hlutir og það er svo sem ég hefði svo sem alveg geta lesið líka, farið bara yfir langtímaáætlunina í heild en í raun og veru þá kom ég inn í þannig sé bara inn í ræðuna sem slíka. Þannig í raun og veru langtímaáætlunin er frekar skýr hjá okkur þannig sé hvað við viljum gera. Allan að bæði í framkvæmdum og hvernig við sjáum fyrir okkur að horfa til framtíðar og auðvitað má hann alltaf bæta og það þarf alltaf að skoða hana reglulega því að hún getur breyst líka með árunum, alveg svo tæknin og annað. Og bara tek undir það að við höfum marga góða kennara og þau eiga hrós skilið. Þau hafa staðið sig gríðarlega vel undir bæði miklu álagi og bara þetta er fólki sem er að mennta börnin okkar og er með börnin okkar lunga dagsins og þetta er bara, ég tek undir, þetta er dásamlegt fólk og já, við eigum að halda því hátt á lofti. Varðandi starfsdagana í leikskólum, við getum svo sem örugglega tekið jafn mikla umræðu þá eins og sumarlögum leikskóla.
En varðandi það, þá tókum við mikla umræðu það bara á síðasta fræðslufundi og þessi auka dagur sem var settur inn út af innleiðingu aðalnámskrár árið 2011-12 minnir mig. Það er allan það eru nokkur ár síðan að það var sett inn. Það í raun og veru hefur komið sterk krafa frá flestum, ef ekki bara öllum leikskólakennurum og leikskólastjórnendum, að það er þörf á sem 7. degi. Þeir tala það að það vanti þennan vinnutíma til að skipuleggja faglega starfið og undirbúa sig. Og 6 starfsdagar fyrir árið er ekki mikið. Þannig að það var mikil áhersla lögð á það að hann yrði ekki tekinn út. Og þess vegna í raun og veru hann ennþá inni og við hefum kannski pínu haldið því uppi og viljum styrkja leikskólakennara með því að halda honum inni til þess að þau geti haldið áfram að styrkja sitt faglega starf. Og ég skil vel ágjur atvinnurekanda og allt það, en að því við erum líka að tala að við þurfum líka að hlusta á rödd þeirra sem vinna starfið. Og þarna finnst mér bara mjög mikilvægt að við hlustum á raddir leikskólakennara og þeirra sem að vinna starfið, að þau kalla eftir að halda þessum 7. degi inni. Og það getur vel verið að vanti meiri sveigjanleika í sumarlokunina, en þetta er ákvörðun sem var tekin núna til 3 ára eins og var gert þar á undan, og ég held að skipti ekki máli hvort við tökum þessa ákvörðun eða hina. Það verður alltaf ágreiningur hvora sem er. En foreldrar eru almennt ánægðir með allan að samkvæmt könnunum sem hafa verið gerðar meðan foreldra í leikskóla kerfið eins og þeir. Auðvitað lendir þetta mjög illa kannski fyrir einhverja, en við getum aldrei haft alla, kannski 100% ánægða í kerfið eins og þeir. Og það hefur verið komið dálítið inn hjá mörgum varðandi 12 mánaða aldurinn. Ég tek heils hugar undir það. Auðvitað eigum við að setja markið við 12 mánaða, en við erum líka að horfa í það að við verðum held í að gera það í þrepum. Við náum ekki að gera það bara núna. Okkur vantar byggingar og ég veit að bæjarfulltrúi Gunnar Gísla kom hér inn á að við hefðum nægt pláss innan skólana, en svo er ekki samkvæmt samt skólastjórnendum, þar sem að við fórum í það að skoða allan á 2 stöðum 5 ára deildir og það var bara talið ekki pláss. Skólarnir eru fullsetnir og það virðist ekki vera pláss inn í skólabyggingunum. Þannig að þær voru úti. Við erum með leikskólabyggingu sem er núna á dagskrá og ég veit ekki alveg hvaða byggingar eða staðir ætti að vera, því að það var farið mjög ítarlega í það að skoða hvað við gætum gert með byggingar og húsnæði innan bæjarins til að leysa vandann. Og á þeim tíma allana í fyrra þá var Glerárskóli eini skólinn sem í raun og veru gat tekið við 5 ára deild. Og auðvitað er það sýn okkur, við viljum hafa fleiri 5 ára deildir, við viljum skapa þetta samstig milli skólastiga og bara þessa samþættingu, og það er mikil ánægja með 5 ára deildina hjá okkur í Glerárskóla og lautina eins og við köllum, eins og hún heitir. Og þannig ég tel mjög mikilvægt að við höldum áfram að reyna, en við þurfum bara að finna lausnirnar og það hafa auðvitað komið margar hugmyndir af lausnum, en það er ekki endilega bara það sem byggir á okkur, heldur þá þarf að finna rými innan skólana, en þá þarf til dæmis kannski að setja frístund út úr skólanum eitthvað annað til að 5 ára deildin komist fyrir, þá þarf að samræða við eitthvað 3. aðila það, þannig að þetta er allt bara umræðan sem við þurfum að taka. Og ég tek samt undir það. Ég tek undir líka með bæjarfulltrúa Guðmundur Baldvini þessa tekjuskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga. Auðvitað hefur það rosalega mikil áhrif að það er verið að leggja meira á skólana, bæði út af aðalnámsku og öðru, og við erum ekki að fá fjármagnin, og sérstaklega að því við erum líka með aukna kennslustund og úthlutun, við erum með sérkennslu, við erum að veita með góða þjónustu, og auðvitað bitnar það líka, og við erum með mikið fagstarf og það auðvitað bitnar það eitthvað staðar á. Þannig að ég myndi vilja sjá meira fjármagn frá ríki sett inn í skólastarfi. Aðeins inn á það sem að bæjarfulltrúi Silja Dögg kom inn á,
Við höfum svo sem tekið oft umræðu mikið af þeim málum og varandi, bara og ég kom inn á í ræðinu líka, varandi að jafna greiðslu dagforeldra á leikskóla. Það hluti sem inn á 10 ára áætluninni og ég vona að það komist inn á næstu fjárhagsáætlun og ný bæjarstjórn muni taka það upp, að það verði komið í gegn. Því að það gífurlega mikilvægt að þau börn við 18 mánaða aldur, þá erum við að tala við 18 mánaða aldur, sem að barn kemst ekki inn í leikskóla og hjá dagforeldri, að við borgum mismunin fram að leikskólaplássi. Mér finnst það sjálfsagt. Varandi heimgreiðslur og skilyrði, við höfum líka oft tekið umræði með það, en við höfum líka oft tekið debati með það að bara jafnréttis sjónarmiðin, á hverjum lendi það. Og við þurfum pínu að passa okkur ef við ætlum að fara í það, hvernig skilyrðin og annað. Af því að þau þurfa að vera líka mjög skýr til að við förum ekki að fara í mismunun. Við þurfum pínu að passa okkur þar. Og ég viðurkenni það að ég ekki með það á hreinu sjálf með systkinaforganginn, hversu langt hann nær. En eins og ég segi, ég get kannað það. Varðandi innritunarreglurnar, að það sé ekki nógu skýrar og óskráðar reglur. Jú, ég get alveg ekki undir það að það vantar kannski eitthvað í, en aftur á móti að þá í tengslu við stjórnsýslubreytingarnar, að þá var ákall á það og það verið núna að byrja að endurskoða í raun og veru þessi innritunarreglur með í raun og veru bara hennan áræðarleika og gegnsæi bara innritunarferlinu að sjónarmiði. Og með innritanir í leikskóla og bregðast við að það séu örfá börn sem komast ekki að á síðast ári og það var mikið vitnað í það, þá stóðum við bara fyrir þeirri ófyrirséðri fjölgun í bæinn sem jafnframt óboðslega ánægjuleg. Við vorum með stóran árgang fyrir og það var þröngt séð fyrir og fá svo mikið af börnum í bæinn. Þá vorum við ekki með leikskólapláss, við vorum ekki með neitt buffer þá. Það var ekki eitthvað ef einhver flytur í bæinn, það var ekki þannig. Þeir voru þétt setnir. Og það ástæðan fyrir því að við kýldum í gegn 5 ára deildina í Glerárskóla til að skapa þetta aukna rými. Það var farið í að auka dagforeldra og það gekk nú bara heldur ekki kannski eins og skildi, af því að það kannski bara ekki margir sem að kjósa sér það starfa vera dagforeldra, allan gekk það ekki eins og skildi. Og við fórum í að leita leiða við samninga við nágrannasveitarfélögin leikskólapláss til að reyna að koma til móts við þennan vanda sem blasti við. Þannig að það var ekki buffer þá, þannig að þegar börn flutt í bæinn, kannski með 3-4 ára gömul börn, að þá náttúrulega þannig séð reyndu við að öllu afli að koma þeim börnum fyrir. Og ég hugsa að það sé nákvæmlega saman við myndum líka vilja að væri gert ef við varum að flytja milli sveitarfélaga, ef við varum að flytja í annað sveitarfélag, að við sætum ekki líka með 3-4 ára gamalt barn sem geti ekki fengið pláss í leikskóla. En í dag, núna, þá búið að bjóða börnum í janúar, febrúar, mars, öllum 18 mánaða börnum inn í leikskóla og ég talaði í ræðu minni að það þarna ákveðin buffer, en hann ekki nýttur. Við erum ekki að fara að hafna börnum. Ef við hendum í því, þá erum við ekki að fara að ýta hann til hliðar. Þannig að bufferinn til staðar, þótt við viljum auðvitað halda honum, en hann til staðar af því að við vitum að það getur komið holskefla. Og stefnan að við tökum 18 mánaða börn. Þannig að það var ástæðan fyrir að við förum ekki að fara inn í apríl eða fara lengra inn. Heldur að reyna að rýmka líka hans fyrir, bara eins og ég kom inn á. Það líka krafa leikskólakennara að aðeins, því að þeir voru ansi full setnir leikskólarnir þér. Og ég held við öll heyrt það. Og bara það sem í raun og veru gekk á, eða mörgum fannst erfitt að vera, það sem að voru mjög full setna deildir. En já, og varðandi miðlæga innritunarkerfið, ég get aldrei ekki undir það að
kerfi eins og þeir í dag er kannski ekki fullkomið á engan hátt og auðvitað myndum við vilja hafa meiri stjórn yfir biðlistunum. Að við höfum í raun og veru það að segja hvenær börnin fara inn til dagforeldra, að þetta sé ekki persónulegt val. En við höfum það ekki. Við erum með verktaka og við þurfum þá að breyta kerfinu. Það er bara þannig. Og það er kannski, og það er bæði ákvörðun, en það er heldur ekki kannski einfalt. Og sérstaklega því að við erum að tala að setja ungbarnadeildir inn í leikskólana. Við erum að tala að taka inn yngri börn, en jafnframt halda góðu dagforeldrakerfi. Þannig að við þurfum líka að ákveða í hvaða röð og hvernig við ætlum að gera það og á hvað löngum tíma. Erum við að hugsa að koma 12 mánaða börnin minn núna, næsta ári eða þar næsta, eða ætlum við að gera þetta í skrefum? Af því við förum ekki núna og byggjum annan leikskóla. Þannig að það er svona, já, og ég held að ég sé svona búin að koma inn á flest og ég tek undir þetta bara með sálfræðiþjónustuna að auðvitað væri mjög gott að fá skólasálfræðingana meira inn í skólana og já, annars bara vil ég þakka rosalega góðar umræður og ég er rosalega ánægð að hafa margt sem að tekur með sér og þessu og bara takk kærlega. Það er fulltrúi Dagbjört hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Það er engin hvassi ljós. Þá lokum við þessum dagskrá.